klára þessa samninga. Hins vegar, eins og ég segi í bókunni hjá okkur, hjá mér, að þá að halda bæjarráð sjálfsögðu upplýst og samningurinn á að fara fyrir bæjarráð eins fljótt og hægt er. Þannig að við getum veitt þeirri eftirlitsskyldu okkar, fullnægt eftirlitsskyldu okkar. Já, takk fyrir. Já, Haraldur sjálf, þú ert næstur, gjörðu svo vel. Já, forseti, það er greinilegt að gera mál úr ýmsu. Hér áður fyrr var það verklag viðhaft þegar var verið að taka tilboðum, eins og við erum verið að gera hér. Hér er bara bjóð framkvæmd, samkvæmt verklýsingu og útboðsgögnum sem er síðan grunnur og grundvallar á samningi. Þá var það verklag viðhaft að bæjarráð tók tilboðinu. Það að sú bókun var viðhöfð þannig að gert. Bæjarráð samþykkir að taka tilboði lastbjóðanda. Það er raun og veru það sem er verið að gera í þessu styrjöldri, en hafa þann varnagla á að undangengnu því sé gerður samningur og að það sé ekki verið að taka tilboðinu per se á þessum tiltekna fundi, heldur þarf þau að ganga úr skugga það að tilboðið sé að öllu leyti gilt, það sé hæfniskröfur séu uppfylltar og svo framvegis. Allur texti í samningnum kemur fram í útboðsgögnunum sjálfum. Þetta eru raun og veru bara tæknilegur varnagli sem gerður til þess að bærinn sé ekki að gera eitthvað sem getur valdið honum skaða í framhaldinu. Þetta er bara vandað verklag, vandaðra en það var, því að við held ég höfum einu sinni lent í einhverju vandræði vegna þess, ég man rétt, ég man ekki nákvæmlega út af hverju það var, en þá var bæjarráð búið að taka tilboðið sem raun og veru máli snýst og það er líka þannig að það er ekkert val það í sjálfu sér ef að tilboðið uppfyllir öll þau skilyrði sem útboðið sig til og þannig að það er engar samningaviðræður verð eða magn eða gæði eða eitthvað slíkt, það kemur bara fram í útboðsgögnunum og öllu því sem það tilheyrir. Þannig að ég eiginlega átta mig ekki á hvað þetta snýst. Ég mun með skosti sem æðsti embættismaður bæjarins ekki gera neina tillögu breytt verklagi þessu, ég held að þessi vandað og gott. Já, Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti bæjar fulltrúa. Það er ekki búið að segja allt sem ég ætlaði að segja, ég er eiginlega sammála fyrir ræðumanni og að hluta öllu því sem að Valdimar sagði líka. Mér bara langaði að bæta við að þetta er auðvitað stórar og miklar fjárhæðir. Við erum að veita embættismönnum bæjarins heimild til þess að ganga að samningaborðinu við lagsbjóðanda. Ef að það stenst ekki og þeir standast ekki þær kröfur, þá væntanlega munum við fara þessi var næst lægstbjóðandi. Það eru hér aðilar sem hafa boðið í 4 sem eru undir okkar kostnaðaráætlun eða okkar sérfræðinga sem að gera kostnaðaráætlun. Þannig að ef við ætlum að fara að skoða alla samninga og bera þetta alltaf hérna undir og eyða tíma í það að auðvitað er þetta háar upphæðir en þetta er útboð og það eru lýsingar þar og það kostar nákvæmlega þetta sem að beðið er það snýst málið. Já, fleiri hafa nú ekki hvað sér hljós fyrir ekki Stefán Ómar, við byrjum að gjörðu svo vel Stefán Ómar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Kemur upp undir þessum sama lið 1.8 þetta útboð og það sem ég myndi vilja segja í þessu sambandi er bara þetta að það kom nú frá hjá bæjarstjóra hérna áðan að það gegnum tíðina verið notað svona ýmist orðalag. Það síðasta sem ég man eftir það var að það væri samþykkt að ganga til samninga við lagsbjóðanda. Það er bara sjálfsagt að hafa vara á við þetta vegna þess að þegar gengið til samninga og gæti eitthvað komið upp sem að menn hnjóta
það gerður einn fyrirvari þarna og hann er sem sagt, hann er hérna uppfyllt hæfniskröfum og hef ég ekki lesið þetta, ég veit ekki í hverju þær eru fólgnar en það skiptir ekki máli. Það er fyrirvarinn að öðru leyti á að undirrita samninginn. Ef að hæfniskröfurnar eru uppfylltar þá undirrita samninginn og þá væntanlega algjörlega pinpoint eftir umboðsgögnunum. Það verður ekkert að bregða út af því. Ef embættismenn gera það, þá eru komin út fyrir umboð sitt og það er eitthvað allt annað mál sem við erum þá að fást við. Þannig að þetta er nú svona, ég allavega ætla ekki að gera neina athugasemdir við þetta af minni hálfu, en við getum kannski hugleitt þetta að ganga til samninga vegna þess að þá bara skoða menn til að mynda hæfiskröfur og ef það er eitthvað annað sem að kynna vera sem að þá er í útboðsgögnum sem að þarf að skoða í restina áður en að það er undirritað. Og nú þetta, forseti, takk fyrir. Já, Forseti, ég hef talað tvisvar. já, Má ég lesa upp bókun sem legg fram? sem að, þú ætlar að leggja frá bókun í málinu. Já. Já, sko, við skulum klára það umræðunar kannski, ef einhver vilja, er einhver sem vill, Rúnar Bragi, takk aftur til mér, skjör svo vel. Forseti, nákvæmlega það sem að kom hér fram, það er verið að tala ganga til samninga viðræðna. Saman hvað gerist ef að í þeim viðræðum þá mun þessi tala aldrei hækka og það er rétt, sem Stefán minnist á. Þá eru embættismenn komin út fyrir sína heimild. En lægstbjóðandi, það er því þá frekar á hún myndi lækka af eitthvað verið, en hún mun aldrei hækka og það er það sem Lækka. Já, Hvorki lækka né hækka. nú lít ég svo á umræður máli sjálfs sé lokið umræðum. Fulltrúi Miðflokksins hefur búið hérna bókun, ertu búin að senda hana seinna Óskar á Já, ég ætla að senda hann. fundarritara? Ég bara forseti lesið hann upp. Ég get líka að lesa hana bara upp hérna og þú sendir hann á mig. Umræðum sjálft málið er lokið. Arnari. Hún er hjá Arnari. Hún er í Arnari. Já, kannski að segja hana bara hjá þér. Já, ég ætla þá að lesa hér úr sæti mínu bókun frá bæjarfulltrúa Miðflokksins þennan dagskrárlið, mál nr. 8. Fulltrúi Miðflokksins fagnar því að bætt verði úr verklagi og að loka drög verksamnings verði send bæjarráði til samþykktar eða synjunar áður en verksamningur verður undirritaður, eins og kom fram hjá formanni skipulagsnefndar á þessum fundi. Sé trúnaðarmál að ræða er sjálfsagt að það verði tekið fram þegar þar að kemur. Það að fulltrúar bæjarráðs og eftir atvikum bæjarstjórnar samþykki samninga blindandi er afar óheppilegt verklag þó svo að það hafi tíðkast áður. Umboð það sem gefið var er of vítt samkvæmt samþykktum meirihluta bæjarráðs. Þetta er sem bókun fulltrúa Miðflokksins. Ég er bara búin að tala um þessu. Hvað sér ég? Já, hún loka umræðan. Nei, hérna, sko það er bókunin er til umræðu, sérstaklega, við viljum tala hana, Ásgeir, þú er hérna að ræða hana. Forseti, bæjarfulltrúar. Það kom ekki fram í máli mínu að lokadrög samningsins kæmi fyrir bæjarráð, heldur kom það fram að ef að ekki náðu samningar það að þessi samningar næðust við hvað sem verið lagsbjóðandi annað þá kemur málið væntanlega aftur á borð bæjarráðs þannig að þessi bókun stenst ekki. Já, Ég þarf að svara þessu. þú þarf að svara þessu. Fyndu nú við, sko við skulum hérna, það er ekkert að fara í ping-pong út á einni bókun, sko. Ég þarf að svara þessu. Já, þú þarft ekkert að svara þegar henni má fáir orðið, sko. Þú fæði orðið. Nei, ég held að það verður ekki hægt að gefa það út af þessu, að þetta er bara skipta skoðunum þessa bókun. Já, en ég er svo sem er að bóka og það var að gera athugasemdir bókun. Já, þú getur þá lagt fram gaggbókun, það vilt það. Nei, þetta var ekki bókun, sko. Nei, þetta var ekki bókun, en þú getur lagt fram gaggbókun eða bókun þetta mál, umræður máli sem slíkt er lokið. Og það er gott að ljúka umræður fyrst hérna. Þú veitir honum heimilt að koma upp. Hvað segirðu? Þú veitir honum heimilt að koma upp. Já, hann hafði
ég veit heimild. Ef að ágreiningur þetta þá legg ég til við tökum bara fundarhlé og ræðum þetta mál sérstaklega hvort að við ætlum að ljúka því. En ef nema einhver óskar eftir fundarhlé, en það liggur bara fyrir bókun frá fulltrúa Miðflokksins. Svara þessari bókun. Þá er rétt að gera fundarhlé. Hún stenst ekki þessi bókun. Við gerum fundarhlé. Já, við hefjum þá fundað að nýju og við ræðum ennþá 8. mál í fundargerð bæjarráðs á 2. maí. Helgafellsskóli nýframkvæmd, fulltrúi Miðflokksins, Sveinn Óskar lagði fram bókun hér áðan. Hann hefur gert breytingu á bókun sinni og ég mun þá lesa upp þá útgáfu bókunarinnar og hún hljóðar þannig. Mikilvægt að lokadrög verksamninga liggi alltaf fyrir bæjarráði áður en þeir eru undirritaðir. Sé trúnaðarmál að ræða er sjálfsagt að það verði tekið fram þegar þar að kemur. Það að fulltrúar bæjarráðs og eftir atvikum bæjarstjórnar samþykki samninga blindandi er afar óheppilegt verklag þó svo að það hafi tíðkast áður. Umboð það sem gefið var er of vítt samkvæmt samþykktum meirihluta bæjarráðs. Já, þetta senda hana bara til Arnars. Já, ég ætla hann kannski að lesa hana. Já, Eða einhver lesa hana. Já. Við erum með Tilbúin bókun, vil ég þá ekki bara senda hana hérna? Stjórna þess að bæra sér. Taka hérna. Skildi ekki það. Tölvur úr öllum áttum. Stráka mínir. Já, ég les þá upp hérna stutta gaggbókun frá fulltrúa D og Vaflista. Hún er svohljóðandi. Verksamningsdrög á grunni útboðsgagna liggja fyrir ásamt öllum tilboðstölum. Fulltrúa Vaf og D-lista telja rétt að veita umhverfissviði heimild til að ljúka málinu. Ég held að við höfum þá lokið þessu máli allan sinni og umræðum þetta 8. mál. Þarna voru 12 mál á dagskrá og ég gef orðið laust einhver af þeim málum. Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjör svo vel. Forseti kemur til liðnum númer 12 í þessari fundargerð. Rekstur Hamra hjúkrunarheimilis. Í raun og veru vil ég fara aðeins aftur í tímann, koma að þeim fundi sem að núverandi forseti stýrir ekki og þeirri orðræðu sem að þar var höfð uppi á bókum. Á fundi bæjarstjórnar nr. 737 kom fulltrúi Miðflokksins upp undir þessum lið Hamra, hjúkrunarheimilið Hamrum, og áréttaði mikilvægi þess að kallað yrði eftir svari frá ráðherra sem hafði þá ekki borist. Það sem í Mosfellsbæ mynda meirihluta flokkar sem einnig skipa ríkisstjórn Íslands, það er VG og Sjálfstæðisflokkur, reyndar er Framsóknarflokkurinn einnig þar, taldi ég það aumingjaskap að ýta ekki eftir svari. Skömmu eftir þessa áeggjan frá fulltrúa Miðflokksins, sá sem hér stendur, í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, barst bréf frá heilbrigðisráðuneytinu til Mosfellsbæjar, en áður hafði bæjarstjórinn fabúlerað að hugsanlega myndi ráðuneytið ekki svara og svar væri í raun óþarft því málið var hvort eð er skothelt af hálfu Mosfellsbæjar. Frá þessum tíma hafa fleiri en eitt svar borist frá ráðuneytinu. Fleiri en eitt svar.
og áréttingar sendar frá Mosfellsbæ til ráðuneytisins. Þannig að áeggjan fulltrúa Miðflokksins hefur haft áhrif til að hreyfa við málinu og því ber að fagna. Hins vegar, vegna þessara ítrekana á áeggjan, bókaði meiri hluti bæjarstjórnar gegn fulltrúa Miðflokksins í bæjarstjórn Mosfellsbæjar þess efnis að það ætti að gæta orðalags. Þar tóku þátt fulltrúar VG, Sjálfstæðisflokksins, Vina Mosfellsbæjar og Samfylkingarinnar. Eftir smáræðis eftirgrennslan má sjá að íslenska orðið aumingjaskapur, það ekki verið að væna neitt að vera aumingi, en það verið að tala líkindamál í þessu efni. Þetta orð mjög mikið og ítrekka notað í stól Alþingis. Mótmæli, orðavali. Og án athugasemda þar frá forseta þingsins. Það var og hafa brúkað margir þetta ágæta íslenska orð til að lýsa aðgerðar og dugleysi. Meðal annars formaður Sjálfstæðisflokksins, formaður Samfylkingarinnar, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar og svo má lengi telja. Þetta er bara hægt að finna á vegu Alþingis. Erum við að ræða málum með tónum? Það sem ég er að tala hér er að á þessum fundi dró ég tilbaka orðið aumingjaskapur. Nei, ekki aumingjaskapur, þetta er aumingi. Ég hafi, vegna þess að ég hlénu þarna undan, hafi ég verið vændur um það að segja einhver væri aumingi. Það er ekki rétt. Má ég fyrirgeðu Ég ætla að klára þetta. Fyrirgeðu, Já. forseti, er að gera athugasemd við það að við verðum að fjalla efnislega eins og núna. Ég er að því. Bíddu aðeins til að fá útskýrða. Það snýst umræðum þetta mál, snýst ekki alla ferilinn því hann er langur eins og við vitum, meðal þess á þessum fundi sem þú ert að vísa til. En þarna er það eingöngu á dagskrá annað svarbæri ráðuneytisins og ég bið þig að snúa málið þínu að því en ekki eitthvað sem gerðist á fundi sem er búinn fyrir nokkrum vikum. En það sem stendur eftir hér er það að það er niðurstaða í þessu máli að það eru komin svör frá ráðuneytinu og ég segi það er ekki vegna dugleysis meirihlutans og aðgerðaleysis og ég segi enn og aftur það að reyna að hafa áhrif á málfrelsi fólks er ábyrgðarhluti hvað sem fólki finnst en þá nota ég ekki það orð sem þau töldu að ég hafi notað. Og þetta orð sem ég notaði í ræðupúlti hér er bara notað mjög víða til þess að lýsa dugleysi. Ég get svo sem notað dugleysi og aðgerðaleysi. Fyrirgeðu, ég verð að gera aftur. Fyrirgeðu, fórsetið er að vera orðið núna. Já. Ég verð að biðja þig að víkja ekki aftur máli þínu að þessu ákveðnu atriði sem þú átt að vísa til á fundinum. Við erum að ræða málið eins og það býr núna. Fundarboðið svona. Eða sem sagt, dagskráin er svona, rekstur Hamra, hjúkrunarheimilis, uppsögn samnings við velferðarráðuneytið, annars svarbréf ráðuneytis. Þannig er það og við verðum að tala það í því samhengi sem það er statt hér á þessum fundi. Og ég bara verð að áminna þig það að það er ekki aftur að víkja máli á þessu sem þú ert að gera. Okay. Ég er rétt að þér. Já, þakka. Ég veit að það er rétt, þú þarft ekki að samþykkja það ágæti bæjarfundur úr í, en ég verð að gera athugasemdir við það að vík ekki svona langt frá málinu. Takk fyrir það. Það sem eftir stendur er það, við erum búin að fá 2 svör frá ráðuneyti og bærinn væntanlega sendt síðasta svar, sitt. Það er komið tími núna, eftir allt þetta fát í þessu máli, sem er mjög viðkvæmt. Er mjög viðkvæmt að það fái kynningu hjá íbúum Hamra, það verið kynnt á meðal starfsfólks Hamra, og öllum steinum velt í því máli gagnvart þessu fólki. Hvers vegna segi ég þetta? Það er vegna þess að ég les þannig í málið að það er komið á annað stig en búist að við þegar lagt var upp með það. Já, Harald Sverrisson, þetta er orðið, gjör svo aldur.
Ég vil eiginlega fá að biðja leyfi til að tala málið út frá sömu, nálgun og bæjarfulltrúi Miðflokksins Sveinn Óskar Sigurðsson gerði. Vegna þess að hann búinn að halda hér ýmsu fram, þrátt fyrir það að hann hefur beint ítrekað að það forseti að það var ekki til umræðu, sem ekki hægt fyrir aðra bæjarfulltrúa held ég að sitja undir. Þannig að ég bið því fyrst leyfi til þess að fá að ræða það á þeim nótum. Já, það ekki hægt að neita því að Haraldur og aðrir sem vilja komi inn á þetta mál sem ég reyndi að gera tvisvar athugasemdir það sem gerðist á ákveðnum fundi hér í nýliðnum mánuði. Og auðvitað tengt þessu máli en samt ekki það sem nákvæmlega núna á dagskrá. En fyrst að fulltrúum Miðflokksins fóru inn á þetta svið verðum við að ræða það. Eða þeir sem vilja. Gjörðu svo vel, Haraldur. Sko, ég hélt reyndar að forseti og aðrir bæjarfulltrúar að þessum vinkli á umræðinu væri lokið. Ég held að henni hefði lokið á þessum tiltekna bæjarstjórnarfundi sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson vitnaði til. Ég held að það hefði á þeim fundi nást skilningur fólks á því hversu eðlis þetta mál væri og hversu viðkvæmt það væri og hvernig bæjarstjórn bæri á umgangast það. Og ég var mjög glaður í lok fundarins og ánægður með það þegar að mér fannst vera orðin loksins í þessari bæjarstjórn, því að aðrar bæjarstjórnir hafa umgengt þetta mál og gengið í takt, að það væri að nást taktur í því hvernig rétt væri og skynsamlegast að nálgast þetta viðkvæma mál. Þess vegna var ég fyrir miklu vonbrigðum þegar að það var tekið upp hér núna aftur á sama hátt og síðast. Það að líkja þessi við aumingjaskap eða aumingja, sýna fát, vera fabúlur eitthvað, náttúrulega erfitt að setja undir, en sjálfsagt þarf maður þá að gera það því að maður gefur kost að sér að vera í pólitík. En ég get alveg fullyrt það, við hvern sem það vil heyra, og sérstaklega þá bæjarfulltrúa Miðflokksins Sveinn Óskar Sigurðsson, að það hvorki verið sýndur aumingjaskapur, dugleysi, fát, né fabúleringar í þessu tiltekna máli. Og ég veit það líka að þeir aðilar sem að þessu máli hafa komið hér hjá bænum, bæði bæjarfulltrúar, sem á starfsmenn bæjarins, sem á starfsmenn Eyrar, svíður svona orðalag. Svíður svona framsetning og hún ekki þeim sem að það hafa fram að færa til framdráttar. Ef einhver stjórnmála hefur sett stein í götu þessa máls og framgang þess hér í bænum, þá það Miðflokkurinn og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Já. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóð svona. Jú, reyndar, 2, 3 heldur á lofti. Ég held að reyndar Sveinn Óskar og svo Stefán Ómar. Ég bara býð. Mér Stefán að fara fram fyrir þér. Þú færð orðið? Nei, ég tek það bara setna. Já, þá er það Stefán Ómar, Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér fannst ég taka eftir í hérna í umræðinni áðan að það væri komin 2 svarbréf. Ég er hérna með 1 svarbréf frá 27. apríl og er að velta fyrir mér, sko, hefur hérna Mosfellsbær svarað því bréfi og hefur komið á annað svar við því bréfi. Ég er svona bara að reyna að átta mig á stöðunni því að þetta er eina bréfi sem ég allavega sé í gögnum málsins frá 27. apríl. Valdimar, þú veist ekki lögum svara? Má ég svara þessu? Já, það er að þú bendir beint spurningu til hans, já. Ég get svarað þessu. Það er ekki svör, Valdur. Forseti, það hafa komið 3 svarbréf, það kom 1 í gær, það 3. Númer 2, svarbréf sem þarna var til umræðu, var í raun og veru andstæðu svarbréf númer 1. Það var önnur nálgun ráðuneytisins á bréfi sem því var sent á sínum tíma. Síðan var því svarbréfi svarað og það bar svarbréfi því í gær. Því hefur líka verið svarað, reyndar í tölvupósti. Það svarbréf, þetta númer 3, það bara segir að það mótmæli því að
að stuttu máli að ráðandi mótmæli því í stuttu máli að það bæri einhverjar skaðabótakröfur á hendur ríkinu hvað þetta varðar eða að ríkið hafi vanheimt samninga. Lögmaður bæjarins svaraði því bara til í dag og tiltók atriði sem að ráðandi nefndi ekki í sínu svari. Það er að segja að það er ekki við staðið við þann samning sem að það gerði við bæinn og það er ekki verið greitt samkvæmt ræðmati og að það verður þá næsta verkefni bæjarins að höfða dómsmál á hendur ráðundur á grundvelli vanefnda og óskaði eftir því að fá upplýsingar um það frá ráðundunum hver ætti að gæta hagsmuna ríkisins í því máli, hvaða lögmaður, hvort það verður ríkislögmaður eða einhver annar lögmaður til þess að hann geti verið í sambandi við þann aðila og tiltók líka næsta skref væri þá að tilkveðja eða biðja það að tilkvættir yrðu dómkvættir marsmenn til þess að láta meta það hver raunverulegur rekstrarkostnaður þessa hjúkrunarheimilis væri. Og í raunverulega samræmi við þær umræður sem ég held að átt sér stað. Ég var reyndar ekki á þessum fundi í bæjarráðinu en í samræmi við þær umræður sem átt sér stað þar. Þannig er staða málsins og þetta er dugleysið sem ég hef verið að sýna. Vannar, næstur, gjörðu svo vel. Bæjarstjórn. Það vonandi að það er rétt að fælt hérna frá okkur tjöldum. Ég vil byrja að segja að ég var nú ekki á þessum fundi þegar þessi orð voru látin falla, þannig að ég ætla ekki að tjá mig um þau. Ég fagna því hins vegar að áeggjan einhverja þá maður fór heilbrigðisráðherra að svara okkur og það er svo gott. Ég ætla heldur ekkert að fara neitt í mikið í það. Þetta mál hefur nú þróast þannig sem við byggust ekki við. Það er að segja svar ráðuneytisins hefur ekki verið með þeim hætti sem við byggust við örfælega. Mér langar samt að geta þess að nú, sko í gögnum málsins er bara eitt bréf og nú búið að fara sem sagt komið bréf frá ráðuneytinu og það er eitt bréf farið frá okkur þar sem við erum greinilega hóta því að fara í mál. Ég hefði viljað sjá þessi bréf. Ég hefði viljað að fulltrúum bæjarfulltrúum væri send þessi bréf líka. Þannig að við getum svona sett okkur inn í þetta mál og getum tjáð okkur um það, getum fylgst með því og svo framvegis. Ég held að það væri betra verklag að bæjarfulltrúar fengi að sjá það sem bærinn er að senda frá sér í svona veigamiklu mál. Og ég held að það sé bara sjálfsagt mál að gera það. Þannig ég fer fram á það að það hafi verið gert. Og varðandi þetta mála því að það hefur komið fram áður þetta snýst náttúrulega um svona stærra mál. Það snýst tilraun ríkisins til að koma sér undan lögboðinni skyldu sinni við rekstur hjúkrunarheimila og færa kostnaðinn yfir á útsvarsgreiðendur. En þeir eiga náttúrulega ríkið á að axla ábyrgð á þessu lögbundna hlutverki sínu eins og var ályktað eða bókað í bókum bæjarráðs á þessum tíma. Mig langar aðeins að lesa með leyfi forseta stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar segir skortur á hjúkrunarrýmum veldur auknu álagi á sjúkrahúsum og skerðir lífsgæði aldraðra. Fyrir liggur þörf fyrir uppbyggingu sem er verulega á næstu árum og ráðast verið stórsókn í uppbyggingu og munum birtast í fjármálaáætlun ríkisstjórnar. Og ennfremur segir í sáttmálanum einnig verður hugað að því að styrkja rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila en áhersla verður einnig lögð á aðra þjónustuþætti svo sem heimahjúkrun, dagþjálfun, endurhæfingu. Sem sagt það er talað um það að það er að styrkja rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila. En þeir farið þveröfuga átt, þeir reyna að spara. Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar hins vegar segir að það eru 500 milljónir þar eyrnamerktar sem sagt byggingu og hjúkrunarrýmum. Árið 2020, ekkert árið 2019. Ekkert ár. Það fara 30 milljarðar eða 10% af útgjöldum í heilbrigðismála í rekstur hjúkrunarheimila og ríkisstjórnin boðaði niðurskurð þar. Þetta segir allavega Pétur Magnússon, formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. Framlög til hjúkrunarheimila hafa lækkað og jafnframt hafa komið fram nýjar kröfur frá ríkinu til hjúkrunarheimilum vegna þjónustu frá því sem áður var. Ríkisstjórnin boðaði niðurskurð. Þrátt fyrir að þetta var sýnt fram á það, þetta er ódýrari og betri lausn að hjúkra sjúklingum og hjúkrunarheimilum heldur en á spítölum. Og það er akkúrat valkosturinn sem ríkið hefur, það er spítalar eða hjúkrunarheimili. Hjúkrunar, eða sem sagt ríkið er nýbúið að semja við Seltjarnarnesbæ
rekstur hjúkrunarheimilis þar. Í fréttablaðinu frá því í janúar þá kom fram að ríkið hefur tekið að sér rekstur nýs hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi og þá hefur haft þetta Svandísi Svavarsdóttur, heilbrigðisráðherra. Hún fagni því og óvissa af breyttum rekstur heimilisins sem staðið hafði síðan ljóst var að Seltjarnarnesbær myndi ekki axla samningsbundna ábyrgð á rekstri hans. En þeir ætla að fara í máli okkur, þeir eru mjög harðir við okkur. Þetta er pólitískt mál. Þetta er á ábyrgð ráðherra. Ráðherrann heitir Svandís Svavarsdóttir. Það er bara þannig. Það er hún sem er að bregðast þessari skyldu sinni að semja við okkur að sinna þessu máli. Það skiptir ekki máli þó að áður hafi einhverjar ríkisstjórnir gert það saman. Þetta er staðan nú. Ég hveti þess að við fáum allar upplýsingar sem þetta mál varðar og við höldum áfram að ganga í eins góðan takt við þetta í þessu eins og hægt er og að við þrýstum á stjórnvöld eins og gert hefur verið og höldum því áfram að ríkið, eins og segir í bókum bæjarráðs, axli ábyrgð á því lögbundna hlutverki sínu að reka hjúkrunarheimili. Sveinn Óskar, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka þá sem hér hafa komið upp undir þessu máli. Mig langar fyrst að tala mína sýn á málið, eins og það liggur fyrir. Hún er þannig að upp á síðkastið og í gegnum árið hefur það verið markmið hins opinbera ríkisins að afhenda fleiri verkefni til sveitarfélaga. Hver er ástæðan þar? Jú, sveitarfélög eru með nærsamfélagið í sínum höndum. Sveitarfélögin eru með skattavald. Hingað til, allavega frá því að ég var ungur maður, þá hefur verið krafa aukin sameiningu sveitarfélaga. Þar var Alþýðuflokkurinn eða Samfylkingin að vinna mikið í því, sérstaklega það var Samfylkingin þetta og ég fékk sérfræðinga frá ráðuneytunum sínum tíma í þau mál, en markmiðið var þarna að styrkja einingarnar. Það kemur fram í svari ráðuneytisins að bærinn hafi undirgengið skuldbindingar með rammasamningum við Sjúkratryggingar. Og þegar ég sá það erindi, þá grunar mig nokkurn veginn hvert er verið að fara. Reimatið sem sett er í samninginn er ákveðið toppur og það var ekki rétt að segja að ríkið sé ekki að greiða neitt. Ríkið er að greiða, en ríkið væntanlega er á þeirri vegferð með þá úttektir sem ég sá meðal annars varðandi fatlaða að það sveitarfélögin fengu heimildir ofan á heimildir eftir samninga og aðra samninga að hækka útsvar til þess að mæta þessum kostnaði. Þess vegna held ég að vegferðin er þessi hjá hinu opinbera að þeir leggja fram framlag í þessu efni eins og er verið að gera í dag, en að sveitarfélögin þurfi þá að nýta sína skattstofna til að dekka allt það fyrir ofan þessi sveiflurnar í þessu. Þetta er mín sýn sem að mér sýnist að vegferðin sé. Og ég get ekki ásakað kannski persónulega ráðherra því að þetta er öll ríkisstjórnir og ríkisstjórnir þar á undan sem hafa unnið að þessu verkefni. Þess vegna held ég, þrátt fyrir það að það sé svona spenna á milli sveitarstjórnarstigsins og ríkisins í ákveðnum málaflokkum, þá sýnist mér í raun og veru að þarna sé verið að leita leiða til þess að finna lokalausn á hjúkrunarþættinu. Vegna þess að ríkissjóður, eins ótrúlegt og það virðist vera, hann mun ekki ná að taka allan pakkan einn.
það mun aldrei geta gert það. Kostnaðarliðirnir eru það stórir. Þess vegna sé ég fyrir mér að í lengri tíma þurfi sveitarfélögin að vanda sig mun meira í sínum fjármálum, ná niður skuldum til að hafa burði til að taka þeirri þjónustu sem þeir þurfa að veita samborgurum sínum í viðkomandi sveitarfélagi og þar af leiðandi eldri borgurum. Kúfurinn sem er á leiðinni inn í þetta kerfi, hann stækkar bara. Og þess vegna segi ég að ég held að við erum að líta þetta mál þannig að ok, það hefur farið væntanlega í málaferli við ríkið út af þessu máli og reynt að finna þessa, bestu lausn fyrir bæinn. Og það er rangt að ég hafi ekki fylgt því eftir að heilindum inn í bæjarráði, bæjarstjóri. Þegar þú varst ekki á síðasta fundi vegna ferðalaga, þá reyndi ég að finna bestu lausn, virkilega. En það sem ég er bara að tala er að reyna að sýna fram á raunverulega það sem ég held, og það þarf ekki að vera rétt, en ég held að þetta sé að fara í þessa átt. Og reymatið eins og það er í dag, það mun aldrei uppfylla umörna þyngdina sem er bara núna og mun vera í framtíðinni, mun aldrei gera það. Þar af leiðandi, ég reikna með því að sveitarfélög almennt þurfa að líta til þess að þurfa að leggja í pottinn og nýta sína skattstofna til þess. En það getur verið önnur sýn á þetta hjá bæjarstjóra og öðrum, en ég vona að við séum ekki að fara í það aftur að fara að segja það að ég sé að tala illa til starfsfólk og embættismanna. Það er ég ekki að gera. Og þetta er aftur sú umræða endurtekin af hálfu bæjarstjóra. Það þykir mér miður. Vegna þess að það er ekki rétt. Það sem ég er að reyna að gera í þessu efni er bara markvisst að fá niðurstöðu í mál sem er mjög erfitt og þungt. Og meðan við erum í ferlinu þá finnst mér eðlilegt að þeir sem eru aðstandendur, íbúar og starfsmenn, þeir fái eitthvað að vita. Og eins og fulltrúi Viðreisnar benti hérna áðan á, sem að ég áttaði mikið alveg á, að þá þyrftu gögn að liggja líka fyrir til handa bæjarfulltrúa. Nú er bæjarráðsfundur á morgun og ég heyri það að koma fleiri erindi og ég sé það ekki á dagskránni, þannig að ég var að vonast til þess þá að bæjarstjóri myndi leita afbrigða á morgun í bæjarráði og láta okkur fá þessi erindi og kannski eiga smá fund, en það koma gestir á þann fund en hann metur það hvernig best er að haga þessu. En ég árétta, já, sínu gagnsæi, sínu þessu vilja saman í að leysa þetta, en ég vil koma þessu þannig á að við finnum besta lausn fyrir Mosfellsbæ, en jafnframt að reyna að líta á þetta raunsæjum augum. Já, það er tveir aldarskrá núna, það er Haraldur Sverrisson, hann er styrkur og það. Og síðan annað sinni. Já, forseti, ég bara verða að segja það alveg einskilnislega að þessi sín bæjarfulltrúans þetta mál er ég er algjörlega ósammála henni frá A til Ö. Ég heyrði ekki betur að hann var að mælast til þess að sveitarfélögin tækja sér verkefni ríkisins. Ég var ekki að því. Ekki fram í kvöld. Já, það var orðinn að við ættum að taka á okkur að leggja á eitthvað skattfé útsvarsfé okkar til þess að leggja inn í þennan málaflokk sem er málaflokkur ríkisins, samkvæmt lögum. Eins og til dæmis að reka framhaldsskóla. Eins og til dæmis að reka heilbrigðiskerfi. Og það er alveg grundvallaratriði og ég vona að bæjarstjórn sé nú sammála því. Eða það, eða mér skoðst átt að virðist nú ekki vera sá nýjöndi. Að við fjármögnum það sem við eigum að fjármagna, það er að segja sveitarfélögin, í gegnum okkar útsvarstekjur og aðrar tekjur, það sem við eigum að gera samkvæmt lögum. Við séum ekki að greiða eða nota þær tekjur sem við höfum lögbundið rétt og skyldur til þess að afla, til þess að greiða þá starfsemi sem einhver aðrir er að gera. Og þá fyrst og fremst ríkið. Það er sú staða sem við erum að lenda í núna á þessu tiltekna ári. Að borga með rekstri sem er ekki okkar. Og við höfum tekið að okkur samkvæmt samningi sem við teljum sem vanefndur. Og Sveitnámskvart, þú ert bara ekkert að hjálpa til við að lausna þessa máls. Þú ert miklu frekar að gera það þannig úr garði, þessi tortryggilegt,
í augum þeirra sem við þurfum að eiga samskipti við. Og það hefur hingað til auðnast að bæjarstjórn sé samstíga því hvernig hagsmunum sveitarfélagsins er best borgið hvað varðar svona máli sem þessi. Og þess vegna þykir mér það sorglegt að svo sé ekki. Ég var svo eins og ég endurtaki það sem ég sagði hér áðan. Mér fannst eftir þessa umræðu sem að var hér fyrir einhverju fundi síðan, hvort það var síðasta fundi, að það væri komið sameiginleg stillingur á því, en vonbrigði mín eru þau að það virðist ekki vera. Og ég bara vona það að það allavega hinir 8 sem í þessari bæjarstjórn sitja, að ljósta að svo 9. mun ekki vera í Mosfellsbæjarliðinu því, verði þá saman í liði að leysa þetta mál. Fundarstjórn forseta. Fundarstjórn forseta. Það þarf að gera athugasemd við fundarstjórn forseta. Já, ég ætla að gera athugasemd bara við það. Ger ekki athugasemd við ræðina. Já, ég legg til að við tökum smá fundarhlé og ræðum þetta. Má ég klára það? Nei, við ætlum að gera fundarhlé hérna. Ég ætla að, já, ég sem bara byrja til því. Já, við hefum þá fundað 9 og við ræðum 12. mál í fundargerð bæjarráðs frá 2. maí, rekstur Hamra hjúkrunarheimilis. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel. Takk forseti. Já, ég kem hérna upp eftir fundarhlé undir þessu mál nr. 12 rekstri Hamra sem náttúrulega hefur oft verið til umræðu hérna hjá okkur og þetta á sér langa sögu þetta mál. Ég ætla ekki bara að rekja hana, ég ætla að halda mig við dagskrá þessa fundar. Vegna að við erum ekki stödd í málstofu hérna við bæjarstjórnarborðið, heldur erum að fjalla þau mál sem lögður hér fyrir hverju sinni. Þetta mál fjallar sem sagt eins og það liggur fyrir núna, þá fjallar það annað svarbréf ráðuneytisins og ég tek eftir því að bæjarráð samþykki með öllum 3 atkvæðum að svara heilbrigðisráðuneytinu og áréttar að það er ráðuneytisins að tryggja efndir ríkisins á gerðum samningum eða ella axla ábyrgð á því lögbundna hlutverki sínu að reka hjúkrunarheimili. Þetta er bókun frá öllum 3 aðilum sem sitja í bæjarráði og ég er hingað komin til þess að enn einu sinni að lýsa mig fullkomlega sammála hérna þessari afgreiðslu. Mér langar samt aðeins að segja sko, það hefur voðalega lítið upp á sig að vera að drepa þessu mál á dreif og vera að nefna til fólk hingað og þangað sem situr jafnvel á öðru stjórnsýslustigi en við sitjum hér á sveitarstjórnarstigi. Hér hefur ríkisstjórnin komið til tals, hennar áform og allt gott um þau, en ég verð bara að segja að það að nefna til, sko, væri ég heilbrigðisráðherra, þá væri ég voðalega glöð ef ég sæti á digrum sjóði sem ég geti mokað úr peningum til þess að sinna öllu þeim framfaramálum sem að þarf að sinna í heilbrigðisráðuneytinu. Það er ekki þannig í ríkisstjórn Íslands, það er ekki þannig að fagráðherrarnir hafi ótakmarkað aðgengi að fé. Það eru valdamesta embætti kannski vera fjármálaráðherra og þá ætlum ég bara að nefna það vegna þess að hér ekki það standi upp á mig að verja ráðherra Vinstri grænna, Svandísi Svavarsdóttur. Ég ætla bara að nefna það að fjármálaráðherra var einu sinni úr flokki sem heitir Viðreisn og þegar það var þá komu engin sérstakir peningar inn í þetta heldur. Þannig að við skulum bara einbeita okkur að því að sinna málun eins og það snýr að okkur og það er að halda hagsmunum bæjarins gagnvart ríkisvaldinu. Þess að ríkisvaldið sannarlega er ekki núna og hefur ekki verið að sinna sínum skildum varðandi þessi mál. Og svo hvet ég okkur bara til þess að halda áfram þeirri samstöðu sem hér hefur verið varðandi samskipti við ríkið vegna hjúkrunarheimilisins Hamra. Þó ekki væri nema vegna þess hversu viðkvæmt það mál er, vegna þess að þó við sem að tala um við erum að tala um einhverja byggingu og rekstur á einhverju byggingu og rekstur á starfseminni, að þá er á hinum endanum fólk og við þurfum að hafa það alltaf í huga. Og svo þetta að það stefnir allt í það að þetta fari fyrir dómstóla. Ég gerum mér nú vonur að ef það verið eins og hér kom fram, verið hvattir til, hefur óskað eftir því að verið hvattir til matsmenn til þess að meta rekstrarkostnaðinn, að kannski kemur
það út úr því að það verði samkomulag án þess að verði farið fyrir dómstóla og það held ég að væri bara gott. En ég held að við öll, sem sagt kjörnir fulltrúar og starfsfólk bæjarins hafi verið að vinna þetta mál eins og, hvað ég að segja, eins og eftir bestu vitund og í góðri trú og við skulum endur að halda því áfram og ekki vera að blanda alls konar hlutum inn í sem að kannski er hægt að ræða í hléum og í kaffibolla en ekki hér í pontu í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Já, það er ennþá laust. Og það hefur sem ekki frekar hljós, Sé bara heyr. Ég ætla að segja heyri þá er umræður lokið málið. En það liggur hérna fyrir bókum frá fulltrúa M-lista sem ég ætla að fá að lesa hérna úr sætinu. Hún hljóðar svo. Fulltrúi Miðflokksins fékk ekki að ræða fundarstjórn forseta og forseti bannaði honum það eftir að bæjarstjóri hafði rangt eftir í tilvitnun í ræðu fulltrúa Miðflokksins undir þessum lið. Til áréttingar lýsti fulltrúi Miðflokksins sýn sinni, ekki pólitískri sýn eða skoðunum, hvernig ríkið stefnir áfram með málefni fatlaðra og eldri borgara, skattstofna sína til að dekka hluta þess kostnaðar sem varðar þessa tvo mikilvægu. Það var samþykkja það sem hann sagði í ræðustólnum. Já. Við höldum það bara áfram með fundinn og við erum búin að ræða þetta mál til fullnustu, 12. mál og reyndar 8. mál. Þarna voru 12 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Þetta er kannski að einn liður þarna varðandi verksamningin verður greitt sérstakt atkvæði. Já, 8. mál. Já, gerum það. En vilja bæjarfulltrúar ræða einhver önnur mál þarna? Svo er ekki, þá göngum við aðsvað, það er reyndar einn bæjarfulltrúi sem er skroppið frá. Já, hann er Andrea útsendir. það getur óskað eitthvað. Sérnum. Já, forseti ætlar að gera hlé vegna vandræða á útsendingu eins og. Guð. Með það ekki bláa höndin hann alltaf ræði sko. Já, við hefum þá fundað nýju, við ætlum að ræða ennþá fundagerð frá 2. maí hjá bæjarráði og Anna Sigríður hefur beðið orðið. Sögur Anna Sigríður. Forseti, mér langar til þess að bara nefna hérna eitt mál enn í þessari fundagerð sem við erum búin að taka langan tími að fara yfir og það er mál nr. 9. Umsókn þátttöku í íbúasamstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og Akureyrar. Og ég vildi bara nefna þetta hér þess að ég held að þarna sé fólkið fyrir okkur tækifæri til þess að efla enn frekar en þegar
íbúalýðræði, íbúasamráð í Mosfellsbæ. Við, eins og þið munið, vorum eitt af fyrstu sveitarfélögum sem settum okkur lýðræðisstefnu sem var náttúrulega vel gert hjá okkur. Við getum verið ánægð með okkur fyrir það. Og en í þessu verkefni þá gefst tækifæri að njóta ráðgjafar, erlendra sérfræðinga og þó að það getur verið að fólki sýnir sitthvað það að þykja ráð erlendis frá, þá held ég að það sé bara mjög gott, sérstaklega í svona málum eins og þessum íbúalýðræðismálum. Þannig ég vildi bara eiginlega koma og bara fagna því að þetta að verða veruleika og við og Mosfellsbær erum að fara að taka þátt í þessu verkefni og að mér skilst ætlar að nota tækifæri til þess að nú finn ég ekki akkurat nú finn ég bara ekki akkurat hvernig þetta er orðað, að vinna að einhverju afmörkuðu verkefni, er ekki enn búið að ákveða hvað það verður, afmörkuðu verkefni til þess að gera tækifæri og svo hef ég ekkert meira þetta að segja, ég vildi vekja athygli á þessu framfaraskrefi. Eitthvað sem vill ræða 9. mál sem Anna Sigríður var að ræða? Eða önnur mál eru bæjarfulltrúar tilbúnir þá við atkvæðagreiðslu. Bæjarfulltrúar Miðflokksins óska þess að verði greitt sérstaklega atkvæði 8. mál. Þannig að við byrjum á að greiða atkvæði það mál. Þeir sem samþykkja niðurstöðu þess máls, 8. mál, sem heitir Helgafellsskóli nýframkvæmdur, er rétt upp hönd. Einhverju móti? Ég sitt hjá. Já, það er 8 atkvæði fylgjandi en eitt situr hjá. Þá ætla ég að bera upp öll hinn málin. Já, við verðum því miður að gera fundarhlé aftur. Ef þá fund á nýju og eru hér í miðri atkvæðagreiðslu fundargerð bæjarráðs frá 2. maí. Það var búið að greiða atkvæði 8. mál, Helgafellsskóli nýframkvæmd, en nú greiðum við atkvæði hinn málin öll, 11 mál, og þeir sem samþykkja þau mál öll verið rétt upp hönd, það er 9 hendur á lofti. Þá höfum við lokið umræðu atkvæðagreiðslu þessa fundargerð bæjarráðs frá fyrri sem verður hér tekinn til umfjöllunar. Og síðan leiðir Nikka og þá hittist bæjarráð aftur að venju, 5. 9. maí síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel. Ég bara rétt að byrja, sko. Þá kemur 12. mál að ræða. Forseti, ég kem hér upp undir mál nr. 1 á þessum 13.2008 fundi sem er ósk félagsmálaráðuneytisins um móttöku flóttafólks árið 2019 og það liggur fyrir bréf frá ráðuneytinu þar sem kemur fram að ríkisstjórnin ætlar að bjóða alltaf 75 einstaklingum sem hafa stöðu flóttafólks samkvæmt Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna til landsins núna á árinu 2019 og ákvörðun hefur verið tekin að taka annars vegar á móti
sýrlensku fólki sem hefur verið staðsett í Líbanon vegna stríðsástands í Sýrlandi og hins vegar hinsegin flóttafólki sem er staðsett í Kenía, hann getur verið víða að en oft frá Úganda. Við höfum náttúrulega eins og vitaði við tókum á móti hinsegin fólki sem hafði haft aðsetur eða verið staðsett í búðum í Kenía og það verkefni gekk mjög vel hérna hjá okkur þannig mér og greinlega að það hefur frest víðað og þess vegna væntanlega leita ráðuneytið til okkar að taka á móti flóttafólki, alltaf 10 einstaklingum á þessu ári og það gladdi hjarta mitt þess að ég átti nú þátt í því að við tókum þetta skref á síðasta kjörtímabili að þá gladdi það mig að sjá afgreiðslu bæjarráðsfundarins á þessu erindi þar sem reyndar það er ekki tekin ákvörðun heldur þessu vísað til framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs en af þessi bókunni stendur enda liggur fyrir vilji bæjarráðs til að taka á móti flóttafólki sem og mér langaði bara því ég hef ekki sæti bæjarráði til þess að fagna þessari bókun bæjarráðsins og vona svo sannarlega að niðurstaðan verði sú að við tökum á móti þeim sem að ráðið treystir okkur til að taka á móti og held að við ættum að vera bara upp með okkur af starfsfólkinu okkar sem að hélt utan móttöku flóttamannanna á síðasta kjörtímabili og já, ég kannski ætla ekki að segja neitt mikið meira um þetta. Ég vona að þetta sem sagt endi þannig að við tökum á móti þeirra fólki. Valdimar, þetta mál. Númer 1, ósk félagsmálaráðuneytisins móttöku flóttafólks árið 2019. Hversu vel? Ágæta bæjarstjórn, forseti bæjarstjórn. Ég ætla að taka undir allt sem hún sagði hérna á bæjarfulltrúi Anna Sigríður það er mikið fagnaðarefni að við tökum á móti flóttafólki í Mosfellsbæ og við gerum það aftur enda leystu við þetta verkefni mjög vel úr hendi síðast og það er ástæða til þess að óska fólki hér til hamingju með það og bara fagna því að okkur sé treyst fyrir þessu og við fáum bara jákvæðar fréttir af fólkinu sem kom, hvernig það tekið á móti því og þannig að gera meira af þessu eins og Anna sagði. En það er rík ástæða til að ég má fara með máli aðeins lengra. Það eru nærri því 70 milljón flóttamenn í heiminum. Þeir koma flestir frá einhverjum 5 ríkjum þar sem að neyðin er gríðarleg. Þannig að við megum gera meira af þessu sem samfélag, að taka á móti flóttamenn. Við megum líka gera meira af þessu sem samfélag að veita þeim flóttamönnum sem koma hingað, það eru kallar hælisleitendur, og sækja hæli, veita þeim vernd. Ég held að árið 2017 hafi 170 manns verið veitt vernd, þetta sótt 1300. Það er svona til að setja þetta í samhengi og það eru, ég minna að það eru 70 milljón tæplega flóttamenn í heiminum. Þannig að vandinn er gríðarlegur, neyðin er gríðarleg og hún er ekki að fara að minnka. Við þurfum að gera betur sem samfélag í því að taka á móti fólki sem er í neyð og bæði kvótaflóttamönnum eins og hér er, sem er mjög gott að það sé gert og líka að gera meira af því að veita fólki sem að flýr undan ofsóknum hæli. Já, Kolbrún, Ásdísdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar líka til að koma hérna undir mál nr. 1 móttöku á flóttafólki hingað í Mosfellsbæ. Við fagna þessu sérstaklega og mér langar kannski til að byrja því að nefna
að við sóttum hérna, við erum okkur inni, allavega ég og bæjarstjóri, sóttum fjölmenningarhátíð sem var haldin hér í Kjarna á laugardaginn var. Alveg óskaplega skemmtilegt að koma og sjá það sem var að gerast þar og sjá þennan hóp saman kominn og bjóða fram það sem þeirra lönd hafa svona einkenni sérstaklega í matagerð, hafa fram að færa. Það var ótrúlega skemmtilegt og gaman að sjá bara, og ég átti mitt samtal við einn ungan mann sem sagði mér það að hann væri í 7. bekk og hann væri aðeins farin að tala íslensku og hann væri farin að æfa fótbolta hjá Aftureldingu, aðeins farin að geta tjáð sig á íslensku og svo talaði ég líka aðeins með mömmu hans og hún var svona í gegnum hann, en hann svona átti svona smá samtal, hann túlkaði fyrir hana. Þetta var ótrúlega gaman, alveg frábært að sjá þetta og ég vil líka bara taka það fram að hvað skólarnir okkar hafa staðið sig vel og tekið vel á móti þessum og gaman að sjá, maður sá það svolítið þarna hvað þau eru að blómstra, allavega það sem maður sér, svo veit maður ekki alltaf, kannski ekki alltaf dansarósi sem að flytja hérna á norðurhjaran og svo langt frá heimaþjóðunum, þetta er ekki óskastaðan, en við okkar hlutverk að gera dvölina þeirra hér sem bærilegasta og þau finni að þau eigi heima hér. Við náttúrulega búum hér að því að hafa hér frábæra verkefnastjóra sem hefur tekið vel utan á þennan hóp og hún verður náttúrulega áfram komin í fulla stöðu og ráðin til komin við hérna fastráðningu og við séum bara hvað þetta hefur tekist ótrúlega vel. Þetta bætir menningu okkar, Mosfellinga, það er gaman að sjá bara hvað, og ég heyrði að því að einhverju var að fara á veitingastaðinni í bæ og einhvern veginn það var gaman að vera þarna, gaman að hitta þetta fólk og bara sýnir það bara hvað bærinn okkar er að vera stór og fjölmenningarlegur. Þannig að mér finnst mikilvægt að þetta fólk finni það að það sé velkomið og ná aðlagast og ég trúi því að okkur sé að takast að þetta fólk finni það að það sé velkomið og það festi rætur hér, hvað svo sem það að sjálfsögðu síðan mun gerast. En allavega þetta gladdi mig, það litla sem maður fær að sjá og heyra af hvernig þessu fólki líður sem hefur flutninga til okkar. Þannig að ég er mjög bjartsýn á að vel takist til að taka mátt þessum hópi sem er að koma til okkar á næstunni. En við náttúrulega bíðum eftir að fá minnisblað frá framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs sem kemur og þetta mál mun aftur koma inn á borð til okkar og þá hefst fyrir alvöru undirbúningurinn á móttöku þessa fólks. Takk fyrir. Já, orðið laust, fyrsta mál. Nú ég líti á umræðum það sé lokið. Vilja bæjarfulltrúar ræða eitthvað önnur mál þarna. Þannig sem 8, já, Siglufjörður. Við vorum ekki að svo vel, Siglufjörður. Forseti, ég kem hérna undir liðnum 2.4, öflun gagna vegna fjármál og rekstur golfklúbbs Mosfellsbæjar. Á þessum fundi lágu fyrir gögn bæði frá golfklúbbnum sjálfum og Mosfellsbæ, gögn sem líka hafa þegar komið fyrir og hafa verið afhent það sem hér stendur enda óskaðan eftir þeim á sínum tíma. Varðandi svona grófa niðurstöðu þá var þetta afgreitt en með þeim hætti að þetta var lagt fram og eftir viðræður milli aðila og ljóst er að eftir að sá sem hér stendur óskaði eftir frekari gögnum og skýringum frá fjármálastjóra sem var svo vinsamlegur að senda hluta svörunum núna fyrir þennan fund. Þá má reikna með því að þetta komi nú einhvern tímann aftur fyrir okkar sjónir sem sé betur greint. En ég legg áherslu á það í þessu að reyna að upplýsa kjósendur í Mosfellsbæ ekki aðeins þennan rekstur heldur rekstur almennt hjá félagasamtökum til þess að líta á jafnræði gæti á milli og það er nú hugmyndafræðin á bak við þessu og þetta er talsvert vinna og þrátt fyrir þann kostnað sem bærinn hefur lagt við það fyrir félagsskapinn
Golfklúbb Mosfellsbæjar hingað til og þrátt fyrir þá ágætu vinnu sem aðrir sérfræðingar hafa unnið bæði hérna inn í bænum og aðkeypt þjónustu. Nú, það sem að liggur fyrir svona í grófum dráttum og lá fyrir af hálfu Golfklúbbs Mosfellsbæjar var þeirra gögn frá þeirra bæjardyrum. Það þá ásetningar, rástímar og svona einhver önnur gögn varðandi þátttöku og fjölda. Þessi fjöldafélag. Svona til að taka það saman eitt og sér, þá samkvæmt tölum sem liggja fyrir þátttökuna í Golfklúbbi Mosfellsbæjar að 54,2% félagsmanna í Golfklúbbi Mosfellsbæjar búa utan bæjarins. 45,8% búa í Mosfellsbæ. Síðan var þetta hluta niður vegna þess að við erum kannski að líta á þátttöku yngra fólksins og svo þátttöku eldra fólksins og þá kemur í ljós að umtalsverð vöxtur hefur verið að hálfu eldri borgara sem sé meiri heldur en, og það þannig 65 ára eldri, heldur en þáttaka yngra fólksins sem þó mikil og aukin, sem bara hið besta mál. En samtals eru í klúbbnum í dag eitthvað 1200 félagar, 1222 2019 og þeir hafa náð að vaxa frá 2013 61%. Vöxturinn langmestur eins og ég kom að hjá unga fólkinu og eldri borgurum. En það vantar dálítið í fjölgunna hjá þeim sem eru með mesta greiðslugetu, myndi ég segja, sem sé frá 18 upp í 65 ár. Þeim hefur aðeins fjölgað afskaplega lítið, eitthvað yfir 100 manns á þessum tímabili og má alveg horfa á það sem svona sóknarfæri að fjölga þar til að auka þá tekjumyndur sem verður á því. Og líka ef maður lítur til þess hvernig nýtingin á völlunum vegna þess að þegar maður með íþróttahús þá skoðar maður tímana sem nýttir á íþróttavöllunum og hvort að þetta nýtist vel og svo framvegis. Þá nýting á golfvöllunum að hálfu þessa aldurshóps virðist hann ekki hafa aukist mikið sem sé að þessum mest borgandi hóp. Nú kom bæjarstjóri með ágæta skýringar á rástímamælingunum. Það nú allur gangur á því hvernig rástímamælingarnar en ég gat bara miðað við það sem ég hafði í höndunum og það virðist vera að bara síðustu árin hafa rástímar ekki vaxið mjög hratt sem þýðir þá minna tekjustreymi með einhverjum hætti og þáttaka þessa borgandi hóps virðist ekki aukast nógu kröftulega miðað við að það sé búið að reisa þarna hús og svona en það má vonast eftir því að ef aðstæðan verður bætt sem áformum að það verður ennþá meira sóknarfæri að sækja á þennan hóp. Nú, varðandi kostnað sem hefur að fara í þennan lið, þá ég við bara í raun og veru sem sé greiðslur, þá nemur þetta tæplega 200 milljónum vegna uppbyggingarinnar og verður eitthvað í kringum það. Það stendur núna í 142 milljónum miðað við 2018 og svo mun eitthvað bætast í á næstu árum samkvæmt þeir viðauka sem að ræða. Nú, það sem að ég gerir helsta athugasemdir við eru greiðslur af hálfu Mosfellsbæjar sem eiga sér stað áður en að forsenda viðaukan sem gerður var í mars á síðasta ári væri uppfylltar. Það búið að greiða núna út úr bænum rétt samningur var gerður hérna og undirritaður 27. mars
og undirritaður 2. maí. Þess ber að geta að kosningar voru þarna 27. maí. Nema það að 27. mars er ritað undir og greiddar rúmar 25 milljónir. Og þannig kannski verður þetta að spyrja því hvers vegna voru ekki 22.220.000. Líklegast hafa bæst einhverjir vextir eða dráttarvextir á það vegna þess að greiðslan átti að eiga sér stað 22. mars. Þannig að ég átta mig ekki alveg á mismunum þarna. En til þess að líta á til dæmis þetta varðandi greiðsluna, þá stendur í viðaukanum, með leyfi forseta, 4. málsgrein. Í samantekt Capacenti á fjármálum GM dagsettan 2. nóvember 2017 kemur fram að það sé álit þess að GM eigi að geta staðið undir greiðslu skuldbindinga til framtíðar að 3 meginforsendum uppfylltum. Fyrsta forsendan er þessi. Annars vegar að GM endurfjármagni skuldir sína þannig að lengt verði endurgreiðslutíma þeirra og lán beri lægri vexti en nú er. Í áætlunum Capacent er miðað við að lán ber ekki hærri vexti en 5% og endurgreitt á 25 ár. Önnur forsenda. Tilkomi auki fjárframlag frá bænum til viðbótar við fyrra framlag á fjárhæð 60 milljónir sem greitt verður á árunum 2018 til 2021. Þriðja forsenda. Að rekstrar áætlun á fjármálum GM til næstu ára standist. Þessi rekstrar áætlun sem gerð var á þessum tíma og er forsenda þessa viðauka, hún lá fyrir og ég hef ekki afrit á henni. Það var engin drög, það var fullnaðar rekstraráætlun. Nema hvað? Að svo kemur í ljós að ein af þessum forsendum brestur og þar af leiðandi eru svo þriðja líka sem er rekstraráætlun. Hvað er það sem brestur? Það er það að golfklúbburinn fékk ekki á fjármögnun frá bankastofnun sem er Landsbankinn í þessu tilviki sem var áætlað að yrði að ganga upp. En engu að síður og þrátt fyrir allt greiðir bæjarstjórnin eða bærinn út ekki bara einu sinni heldur tvisvar og þá fyrst strax eftir undirritun þessa samkomulags nánast í samhliða, skils mér, það er hérna 20. finna þetta hjá mér hérna 25 milljónir eru greiddar 2. maí og þá eru liðnir hérna nokkrar vikur frá undirritun án þess að fyrir liggi lánsloforð og vilyrði samkvæmt áætluninni frá banka en það var forsenda alls samningsins eða viðauksins. Til að bíta höfuð á skömmunni er aftur greiddar 8 milljónir 9. maí 2019 og þá liggur fyrir að fjármagnin hafi ekki fengist nema hluta, ekki á fullu. Fólk verður að gera sér grein fyrir því að ef þú fær fjármagnin til þess að kaupa bíl upp á helmingin af verði bílsins, þá getur ekki keypt bílinn með góðu móti. Hvers vegna? Sérstaklega ef þú ert ekki með eigið fé eða restina í láni. Það var forsenda fyrir því að bærinn skuldbatt sig til þess að greiða þetta út. Stendur hér í samningnum að forsendan sé að þessi áætlun í fyrsta lagi
og fjármögnunin gangi eftir. Það sé tvær af forsendum yrðu að ganga upp. Það er ekki að gera sig, því miður. Og fyrir utan það, að hér á undan í ferlinu hafa sömu aðilar með fullu virðingu fyrir íþróttinni og ungliðastarfinu og öllu því, þá hefur viðkomandi hópur komið hérna ítrekað í erindagjörðum að fá meira fé. Það er vegna þess að áætlanir standast ekki og það finnst mér mjög sérstaklega þegar á að efla starfið, að svo mikil áhersla var lögð á það að klára veitingahús í staði fyrir aðstöðu til gólfæfinga á sínum tíma. Hugmyndin var sjálfsagt að reyna að fá tekjur, vissulega, auka tekjur, en það er mjög áhættusamt. En þetta er svona matsatur á pólitísk ákvörðun. Allt er þetta pólitískar ákvarðanir og áform þetta. En eitt vil ég árétta. Að vissulega er svona félag ákveðin vaxtabrotur. Ákveðin vaxtabrotur sem þarf að hlúa að. En það þarf að hlúa að þeim vaxtabroti með þeim fororðum að það sé eitthvað aðhald líka. En ég er ekki að sjá mikið aðhald af hálfu bæjarins sem greiðir út fjármuni skattborgara í raun og veru að forsendum sem eru ekki uppfylltar. Í viðauka sem stendur og fylgir með málum. Þetta er svona efni málsins. Áður en þessi viðauki var gerður, liggur fyrir samningur þar sem að 125 milljónir voru greidd. 125 milljónir. Og það er sjálfsagt að skoða, en við erum átt okkur því bærinn, hann er að styrkja þetta til að byggja þetta upp. En þegar við horfum á húsnæði sem að bærinn að reisa fyrir afturheldingu svo dæmi, þá er það með öðru fyrirkomulagi, þar sem að viðkomandi íþróttafélög eigi ekki fasteignir. Þetta er bærinn á eignasjóður á fasteignir. Nú, ég get svo sem haldið lengi áfram, en ég ætla svo sem ekkert að fara í alla dítilina hérna. Ég mun hugsanlega koma þessum einhverjum hætti á framfæri með öðrum hætti, til dæmis á netinu eða einhverjum slíku eða í greinum. En mér þykir miður að það séu lausatök á fjármálum með þessum hætti í bænum. Að þetta sé svona áhöld það að vera að afgreiða hluti á þess að forsendur séu uppfylltar í samningu. Og ég held að það sé algjört grundvallaratriði. Það er engin greiði gerður, hvorki skattborgunum nema þeim sem er að fá þessa fjármuni, að hafa ekki aðhaldið 100% og aðilar get ekki komið hérna inn og beðið um pening og með þessum. Ég veit samt sem áður, og eftir að hafa lesið gagnin, þá veit ég það að það er ekkert létt yfir mönnum að þurfa að gera þetta. Ég les það í málinu. Það er ekkert létt yfir þeim embættismönnum sem að starfa fyrir bæinn eða þá yfir bæjarstjóra sérstaklega að þurfa að sjá fram á það að áætlunin standist ekki. Ég skil það vel. En við erum núna, eða bærinn er að aðstoða golfklúbb með 2 velli. Það er Bakkakotsvöllurinn, svokallaði, og Hlíðavöllur. Og ég sé fyrir mér að ég held að verði í raun og veru að ræða þetta á þeim grundvelli að reyna að hjálpa þessum vaxtabrotti að verða að einhverju betra og stærra. En að leita allan leiða til þess að gera það á sem hagkvæmasta hátt fyrir skattborgara. Við vitum það að þessi golfklúbbur er með land sem er mjög verðmætt. Mjög verðmætt. Og það er ekki inn í þessum tölum virði þess að vera á slíku landi. Ef að svo væri, bara með verðmæti á landi og ávöxtunarkröfu sem er svona 5-7%, þá væri hægt að fá stóra tölu í það hvað niðurgreiðslan þarna er há. Bærinn hérna, Mosfellsbær,
á afskaplega lítið af landi til uppbyggingar. Þess vegna þetta ennþá verðmætara fyrir bæinn. Erlendis eru vissulega dýri klúbbar og svo framvegis og við viljum efla barnastarf og slíkt. Það ekki. En við verðum að horfa á þetta með gagnrýnum augum og án fordóma. Ég vil árétta það og ég sagði það strax í upphafi fundarins í bæjarráðinu sem við erum að ræða núna að ég lagði mikla áherslu á það að umræðan væri án fordóma. Ég reyni að fjalla málið út frá fjárhagslegu sjónarmiði og út frá þeim gögnum sem ég hef með það að leiðarljósi að skynja það og skilja hvað klúbburinn þarf og vill gera. En ég lýk mál mínu að svo komnum forseti og ég tek það til máls síðar. Já. Haraldur, þú beðið mér umgjörð svo vel. Ég ætla svo sem ekki tjá mig neitt í smáatriðum þessa ræðu. Það stendur bara eins og hún sögð. En bara upplýsum það að ástæðan fyrir því að talan ekki nákvæmlega 25 milljónir eins og bæjarfulltrúar minntist á, heldur eitthvað 25.100.000 ástæðan svo að það koma verðbætur sem eru samkvæmt þeim samningi sem að bæjarstjórn gerði við Bóklub Mosfellsbær. Það frá þeim tíma sem samningur undirritaður þar til að hún var greidd út. Aðeins það að sem við áttum kannski eina sem þarf í sjálfu sér að svara í þessari ræðu er útgreiðslur bæjarins og meðferð á skattfé. Þetta nú reyndar eldgömul umræða. Við ræddum þetta algjörlega í þaula hér þegar að við vorum að afgreiða tillögu og afgreiða hér fjárhagsúttekt sem að bæjarráð fékk Capacent til að gera á fjárhagsstöðu þessa íþróttafélags og þegar að bæjarráð og bæjarstjórn ákvað að fela bæjarstjóra að gera drög að samningi á grundvelli þeirrar fjárhagsúttektar og sem verið að vinna að þessar mundir og var svo sem farið ágætlega yfir hér í bæjarráð þegar þetta mál var rætt. Hvar væri statt? Að þá var farið yfir þessar greiðslur sem að eru í þessum viðaukasamningi og þar var meðal annars á þeim bæjarstjórnarfundi og í bæjarráði upplýst ákvörðun bæjarráðs þær greiðslur þegar var fyrsta greiðslan í þessu viðaukasamningi samþykktir bæjarráðs á veðheimildum á grundvelli þessara fjármögnunar og upplýsing þær greiðslur. Það var líka farið yfir það mjög gaumgæfilega hér áður en þessi 8 milljón króna greiðsla var á gjalddaga sem var 1. mars. Það kom reyndar ekki reikningur fyrir henni fyrir núna í lok apríl og greitt út í byrjun maí eins og bæjarfulltrúinn sagði frá að þá var það rætt hér mjög og upplýst það mætti alveg færa rök fyrir því að forsendur viðaukasamningsins væru ekki til staðar til greiðslu hennar en það var líka kom hér mjög skýrt fram að ef að sú greiðsla ætti sér ekki stað þá var búið að hleypa málinu í mun verri farveg og raun og veru óleysanlegan farveg og það var tiltekið og skorað á þá bæjarfulltrúa, bæði hér í bæjarstjórn og í bæjarráði að ef einhver hefði skoðanir eða meiningar það ekki ætti að greiða út þá tölu, hann kæmi þá með það sem formlega tillögu. Sú tillaga hefur ekki komið og ég lít svo á að allir bæjarfulltrúar hér þetta borð hafi þar með samþykkt það með þeim hætti að þessi samningur yrði fullnustaður með þessum hætti eins og gert hefur verið. Endurtek það, ef það var ekki gert, þá værum við ekki í þeirri vinnu sem að mér heyrðist og bæjarstjórn, minnst langstærsti meirihluti bæjarstjórnar vilja fara í, þar að segja að reyna að leysa úr þessum málum. Það hefði verið sett í allt annan og verri farveg. En það kom engin bæjarfulltrúi með þá tillögu að greiða ekki út þessa peninga og þeir hafi verið greiddir út og að sjálfsögðu. Bara örstutt verðmæti lands, það má örugglega reikna það í alls konar tölur og það má örugglega búa til 6.000 íbúðir á Blikastaðanesinu og
og þarna niður með leiruvógnum eða jafnvel 10.000 á þessu svæði með við svona þéttleika hugmyndir sem eru svona í gangi í dag. En verðmætin í mínum hugum eru fyrst og fremst þau að það skildi ekki vera, að landið skildi ekki vera notað fyrir slíkt. Það sé að nota sem útivistarsvæði. Og ég held að þetta sé verðmætasta land samfélagsins í Mosfellsbæ í dag, það er útivistarsvæðið meðfram Leirvogi. Þar er golfvöllur, þar er reiðvöllur, þar eru reiðstígar, þar eru hjólastígar, þar eru göngustígar, það eru fuglaskoðunarhús, það er síðan flugvöllur og ég held að þetta hafi verið eins og farsælasta ákvörðun sem að bærinn hefur nokkurn tíma tekið í sínu skipulagsvinnu að skilja þetta land eftir fyrir almenna útivist og þar á meðal talið golf. Og það sé í raun og veru ekki hægt að meta þetta í fjár fyrir samfélagið hér í Mosfellsbæ. Já, fleiri hafa nefnilega hvað sé hljóðs, en jú, Steinólfur, þú ákvaðir að taka aftur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka bæjarstjóra fyrir innleggið. Ég man ekki betur en þéttleiki byggðar hafi nú verið talsverð upp við Hulduhóla á sín tíma og sé nú bara enn verið að þétta byggð þar. Það er ekki þannig sagt að við ætlum að miðast við að það sé háhýsibyggð út alla jarðir þarna, en það má svo sem nota ýkta myndlíkingar til að koma sínu málstað á framfæri. En þegar við lítum á útivistarsvæði sem þetta, þá virðist það að vera samt þannig þó að við getum hjólað aðrir í gegn og gengið, að þá er samt sem áður verðmætar lóðir að ræða, þó það sé ekki byggt einu sinni á öllu þessu svæði. Og ég vil bara árétta að það sé horft á þetta, þessi verðmæti sem bæjarstjóri nefndi, sem ákveðið getur til þess að draga þá að klúbbnum þá sem eiga að spila. Mér finnst það alveg hafa vantað í málflutning bæjarstjórans hvers vegna gengur svona illa að halda golfklúbbnum á floti með þetta yndislega land. Því hefur ekki verið svarað. En ég segi bara enn og aftur sko, við þurfum að huga að þessum vaxtabroddi, en aðilar sem eru hér að koma sífellt og biðja fjármuni frá skattgreiðendum verða líka að horfa í eigin barm. Það eru fullt af klúbbum sem eru út all land, sem eru sjálfbærir. Það þarf að miðast við það að klúbbar af þessum toga séu sjálfbærir. Við erum með minni og stærri félagasamtök sem eru sjálfbær. Og ég segi bara, þú veist, við erum að tala yfirleitt og ef þú reynir samfélagshópa félagsfræðilega sér, þá eru þetta yfirleitt efnuðustu einstaklingarnir í samfélaginu okkar sem stunda þessa íþrótt. Langsamlega efnuðust. Þetta er ákveðið, en það er að breikka þetta bil sem betur fer. Það eru fólk hérna sem stundar þetta til heilsubótar og eldri borgara og yngra fólk sem það er hið besta mál. En ég segi hérna aftur, oft er talað að reisa sér hurðarás öxl, en það var gert í þessu tilviki. Og það að mínu mati, með slíkum glæsibrag, að nú er enn og aftur verið að sækja í bæinn. Og það að forgangsráða með þessum hætti og gera ekki kröfu að klára aðstöðuna fyrir börnin sem að æfa og inni aðstöðuna til þess að efla starfið, finnst mér hafi röng forgangsröð. Og bærinn getur alveg stýrt í hvernig hann forgangsráða til handa þessum félagsskap. Og það er að koma því að það verði að tryggja að aðstæða til gólfiðkunar fyrir unga og æfingaaðstæða sé til staðar til þess að byrja með. Það var ekki gert. Og við eigum að geta rætt þetta kynróðalaust og rætt þetta með þeim hætti að segja, þetta er ekki alveg rétt og þetta er ekki alveg í lagi. Fyrir hverja er það? Það er fyrir skattgreiðendur hérna úti
hvort sem þau nota aðstöðuna eða ekki. Og ef það er ekki hægt að horfa á þetta með þeim hætti að þeir hafa frábært land og mjög opið og gott svæði, að það dragi þá ekki af. Það er þá spurning, verður það að gera eitthvað annað við landið? Það má alveg spyrja þeirra spurninga, þó ég sé ekki að segja að það eigi að gera það. En ég er bara að segja einfaldlega það eru 2 golfvellir reknir á tímabili og jafnvel ennþá eru hérna 2 byggingarsvæði í gangi, ef ekki fleiri. 3, það er hérna rétt hjá líka, og 4 í miðbænum. Þetta er dýrt fyrir sveitarfélag að vera með fókusinn á mörgum stöðum. Þetta er bara dýrt. Og ég segi bara enn og aftur, við verðum að kalla eftir aðhaldi, við verðum að kalla eftir sjálfbærni inn í framtíðina varðandi þetta. Já, það eru 2 mælikvarðar núna. Valdimar, næstu björsvel. Annar. Er ég á mælikvarða? Ok. Þetta bæjarstjórn, forseti. Ég ræði málefni golfklúbbs Mosfellsbæjar aftur. Varðandi landið það held ég að sé óráð að gera ávöxtunarkröfu á þetta land. Það mætti alveg gera sko, vegna þess að það er rétt sem komið hérna fram að þetta er afar verðmætt land, hvernig sem á það er litið. En ég held að ávöxtunarkrafan sem við ættum að setja á þetta er bara lýðheilsan sem við fáum út úr þessu, ánægjan sem við fáum út úr þessu. Og sem betur fer er það þannig að okkur ber gæfa til þess að halda í mörg græn svæði innan höfuðborgarinnar. Og þetta er einstaklega gott svæði. Það er nýtt á ýmsar vegur og verður vonandi þannig ókomna tíð. Og ég held að það sé mikið afturför að fara að mæla þetta með ávöxtunarkröfu upp á 5–7% sem er náttúrulega gríðarlega mikið. En varðandi golfklúbbinn, við gerðum á sínum tíma athugasemdir við útgreiðslu á þessum peningum, en það er nú búið mál og það sem að liggur fyrir núna er það að fara ofan í saumana á fjárhag hjá golfklúbbnum og það er rétt sem komið hefur hérna fram að þetta er vaxtarsbroti væntanlega og gríðarlega mikilvæg íþróttastarf sem fer þarna fram. Bæði er öflugt eða einhver leyti öflugt unglingastarf þarna og ekki síður sko tækifæri fyrir eldra fólk að stunda hreyfingu og mætti jafnvel gera meira af því og það er ánægjuefni sem komið fram hérna að eldra fólk er í auknum mæli að stunda gólfíþróttirnar. Það er sparnaður og öðrum sviðum fyrir að fólk hreyfi sig og mætti jafnvel hugsa sér að því að hér var á þessu kjörtímabili hefur verið bryddað upp á þeirri nýbreytni að eldra fólk geti fái frístundarkort þar sem það getur notað til að greiða fyrir hreyfingu. Það mætti líka þegar að tala við golfklúbbinn að semja við hann aukinn aðgang eldri borgara að golfsvæðið. Það er bara eitthvað sem að myndi hjálpa okkur öllum. Við gerum það líka á tillögu á sínum tíma að það er skipaður hópur sem færi í þetta að skoða leiðir til þess að leysa úr vanda golfklúbbs Mosfellsbæjar og ég vil taka fram að þegar við erum að tala alltaf vanda golfklúbbs Mosfellsbæjar að það er nú kannski líka ber að tala líka vel það sem er vel gert að búa að byggja þarna glæsilegt hús. Það er þarna glæsilegur völlur og eins og komið fram hér að þá er þetta á glæsilegum stað og ég hef ekki vafi það að þarna hafa margir mikla ánægju af útivistinni og spilamennskunni. En ég hef líka lagt það til áður hérna að það verði svona horft hreinskilnislega á stöðuna eins og það er í dag. Þannig að við þurfum ekki aftur að fá stjórn golfklúbbsins hingað til þess að biðja enn meira peninga og að það verði fundin framtíðarlausn á málum golfklúbbsins. Það getur vel verið að það endi með þannig að húsið verði ekki í eigu golfklúbbs Mosfellsbæjar. En það þarf alltaf að vera þannig að það sé stunduð þarna golf, það sé unglingastarf og það sé starf
fyrir eldri borgara. Þannig að ég ætla nú aðeins að leyfa mér að tala ekki of frjálslega það sem hefur, það sem í gangi þarna, en mun sjálfsagt gera það síðar. Til þess hef ég bara ekki allar forsendur. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig fjárhagsstaðan í dag. Þetta hefur verið svolítið langur tími nefnilega sem að frá því að þetta erindi kom, eiginlega byrja síðastlið haust, sko, þá kom golfklúbburinn með þetta erindi. Bæjarráð samþykkti þessa bókun sem vitnaði til í febrúar þessu ári og við erum ekki ennþá búin að ná því að uppfylla skilyrði þessa bókunar og semja eða aðstoða golfklúbbinn þarna. Þannig að ég er ekki alveg klár á því hvernig nákvæmlega staðan í dag. En væntanlega mun þetta skýrast á næstu vikum. Það er líka ágætt að heyra það bara. Það verður þá dokumentar hér hver staðan og hver næstu skrifi. Haraldur, þú varst búinn að byrja orðið og svo? Ég var bara búinn að meina því. Kannski í fyrsta lagi. Golfíþróttin næst stærsta íþróttagrein innan vébanda ISÍ. Eftir knattspyrnunni, á undan hestaíþróttum, handknattleik og körfuknattleik. Og golfíþróttin stærsta almennings, kannski ekki lang, en allavega stærsta almenningsíþrótt sem stunduð á Íslandi. Þannig það nú reyndar ekki í mörgum öðrum löndum. Því að það þannig að í mörgum löndum þetta mjög dýrt að stunda þessa íþrótt og ekki á færi allra. Á Íslandi ekkert mjög dýrt að stunda golf. Það árgjald í golfklúbb ekkert mikið fyrir fullorðinn, til að mynda ekkert mikið hærra heldur en árgjald fyrir ungling í æfa handknattleik, körfuknattleik eða knattspyrnu. Þetta vísu kannski svolítið annars eðlis og það er líka ennþá ódýrara fyrir börn og unglinga að greiða sín gjöld hjá golfklúbbunum. Ástæðan einföld. Hún sú að bæjarfélög hafa aðstoðað eða komið að uppbyggingu mannvirkjanna, golfvallana og þeirra annarra mannvirkja sem nauðsynleg eru til þess að reka þessa starfsemi. Og sveitarfélög hafa lagt verulega mikla fjármuni í þessa íþrótt með þessum hætti. Með réttu eða röngu. Mín skoðun svo að það sé skynsamlegt að gera það vegna þess að þau með því stuðla að því að setja stunda þessa íþrótt sem vinsæl. Hún hægt að stunda hana á mjög svo breiðu aldurspili, alveg frá kannski 6-7 ára aldri til bara svona nánast svona fram að endalokum lífs og þarna geta fjölskyldur verið saman í þessu og þess vegna þetta almenningsíþrótt en þetta náttúrulega líka keppnisíþrótt og margir stunda þetta líka ungir, reyndar líka aldnir því að það líka hefð fyrir því að það sé keppt á öllum aldursbilum í þessari íþrótt, þannig að hún er líka með þeim hætti. Þannig að ég held að mjög fáir golfvellir eða golfklúbbar á Íslandi séu sjálfbærir í þeim skilningi. Það sem sagt sveitarfélögin sem var lagt lið við það að byggja upp sína aðstöðu í mismiklu mæli og en síðan það góða við það kannski það að þegar að sú aðstaða er komin upp að þá hafa þessi félög yfirleitt geta rekið sig. Það má kannski segja að þannig getum við notað orðið sjálfbærni, geta rekið sig þar og eftir og þannig viljum við sjá golfklúbb Mosfellsbæjar
Vandamáli hjá honum kannski er það að kannski miðað við sambærilega klúbba eða íþróttafélög hér á höfuðborgarsvæðinu að það hafa kannski ekki verið sambærilegir fjármunir lagðir af sveitarfélaginu í uppbyggingu á þessari aðstöðu eins og í Reykjavík, eins og í Kópavogi og Garðabæ, eins og í Hafnarfirði. Kópavogur og Garðabær til að mynda greiddi einhvers staðar rúmlega 500 milljónir í uppbyggingu á íþróttamiðstöð þar fyrir utan alla þá fjármuni sem er lagt í uppbyggingu golfvellanna sjálf. Við erum til að mynda núna að fara að leggja eitthvað nokkur 100 milljónir til viðbótar í þessa íþróttagrein, Kópavogur og Garðabær. Það helgast nú reyndar af því að Garðabær er að taka þarna ákveðið land í Vetramýri undir íbúabyggð og er þar þá að byggja upp nýja aðstöðu annars staðar fyrir golfklúbbinn þar. Reykjavíkurborg gerði nokkurn veginn nákvæmlega sama á Mosfellsbær, þar að segja tók frá land meðfram leiruvógnum og þar út eftir fyrir útivistarstarfsemi. Þar á meðal golfvöll. Þar er 27 holu golfvöllur sem heitir Korpúlfsstaðavöllur og Reykjavíkurborg hefur byggt upp þann völl ásamt Grafhólsvelli og ásamt aðstöðu bæði á báðum stöðunum. Hafnarfjörður hefur gert það sama. Á sínum tíma aðstöðuði Hafnarfjarðarbær þann golfklúbb til þess að koma upp sinni félagsaðstöðu og líka uppbygging á golfvellinu sem slíkur. Það er líka 27 holuvöllur. Bakkakotsvöllur var reistur ekki fyrir opinbert fé, ekki öðruvísi en það að bærinn á sínum tíma keypti 3 hektara land sem er hluti af Bakkakotsvelli og helmingurinn af Hlíðarvelli var byggður í sjálfboðavinnu. Þannig að ég held að Mosfellsbær svona í samanburði við þessi sveitarfélög sem ég nefni hér hafi komið tiltölulega vel út hvað það varðar greiðslur og skattu inn í þessa tilteknu íþróttagrein. Og ég held að það sé kannski það sem er fyrst og fremst að valda því að staða klúbbsins er ekki búið að greiða nægilega mikið inn í þessa framkvæmd. Það má líka alveg færa rök fyrir því og ég tek alveg undir það sem komið hérna fram að maður getur alveg sett spurningamerki við svona ákvarðanatöku eða hvað varðar svona uppbyggingarhraða til dæmis á þessu mannvirki sem er íþróttamiðstöðin. Svona eftir á að hyggja held ég fyrir þá sem að henni stóðu, þetta er kannski verið skynsamlega að gera það aðeins hægar, bara aðeins hægar í sakirnar og svona hugsa það lengra fram í tíman en svona í staðan. Akranesbær til dæmis núna að leggja 300 milljónir í uppbyggingu á samsvarandi íþróttamiðstöð upp á Akranesi og vellinum þar. Þannig að sveitarfélög eru svona systematískt að taka þátt í og reynir að greiða stóran hluta af þessum framkvæmdakostnaði. Og það er ástæðan fyrir því að svo margir geta stundað þessa íþrótt eins og raun ber vitni hér á Íslandi. Að hún er þá tiltölulega ódýr innan gæsalappa. Kostar svona oft og tíðum 100.000 krónur á ári að vera félagsmaður fyrir fullorðinn í golfklúbbi, ódýrara fyrir unglinga og eitthvað ódýrara fyrir eldri borgara og það er gott líka. Ja. Og við erum stödd á þessum stað að þetta verkefni start með þessum hætti. Ég gæti ekki betur skilið en það og það var eitthvað bara samþykkt af öllum, hvort það hefur 8 eða 9, ég man það ekki, kannski 8, sem samþykktu það að fara þessa leið að gera tillögusamningi sem tæki með þessari úttekt. Það mál er í vinnslu. Það var eitthvað farið ágætlega yfir það á bæjarráðsfundinum síðast hvar það var í stað. Ég held að það sé ekki ráðlegt að bara vegna svona viðskiptalegra hagsmuna í því að fara yfir það einhverju nákvæmni hér núna fyrir það leggja fyrir skýrari línur í því. Bæjarráð var upplýst stöðu þess á þeim fundi. Þeir sem að ekki sitja í bæjarráði og vilja fá þær upplýsingar geta fengið þær en
ég held ég ekki mæla með því að við farum að fara út í einhver smáatriði nákvæmlega hvar það er start í samningaviðræðum við aðila, en bæjarstjórn og bæjarráð setta ákveðin skilyrði fyrir því aðkomu bæjarins að frekari aðstoð við uppbyggingu þessara mannvirkja, og það er verið að vinna því harðum höndum að uppfylla þau skilyrði. Og ég er vongóður það að það muni leysast á næstu vikum. Nú, fleiri hafa ekki fæst í hljóðs þetta mál. Sigið, Stefán Már, Stefán Már. Forseti, ágættu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að taka til máls undir þessu, en ég ætla nú að koma inn í þetta, fyrst þetta er farið í gang. Það er búið að fara yfir það hérna í mörgum orðum, svæðið sem að hýsir golfklúbbinn hérna niður frá. Og ég hef sagt á þessari pontu áður að ég er þeirrar skoðunar að þetta sé frábært svæði og það eigi að halda því með þessum hætti sem það er núna. Og ég minnir ég hef orðað einhvern veginn svona hérna seinast úr þessari pontu þegar ég talaði um þetta. Ef við hugsum okkur að við séum komin 20-25 ára fram í tímann og hér er allt orðið vaxið frá fjöru til fjalls í hérna íbúðarbyggð. Það er búið að byggja hér upp allt, Sólvelli, Lágafell, Blikkastaðaland, upp undir Hafravatn og ég veit ekki hvað. Þá verður þetta svona vin í eyðimörkinni, þetta útivistarsvæði þarna sem núna hýsir golfklúbbinn, Ævintýragarðurinn og hérna alveg inn í Álafoss. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð það, þetta er mín skoðun, en ég segi við að halda áfram á þessari braut. Það er líka búið að nefna hérna að það voru lagðar 500 milljónir í golf hérna skálan hjá GKG. Það var, ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig það er með keili, en ég þykist vita að það séu allverulegar upphæðir sem búið að leggja röðum framkvæmda. Það þurfti náttúrulega tvímælalaust að koma efri hæðin í gagnið vegna þess að hún er aðal móttakan fyrir hérna gesti golfklúbbsins og allt þetta. En ég hygg svo, ég er aðeins búinn að vera að kíkja á það, að ef við getum komið neðri hæðinni, því fyrir sem við komum henni í gagnið, hún getur verið verulegt tekjustreymi fyrir golfklúbbinn. Og ég get ímyndað mér tekjustreymi upp á 10 milljóna á ári að koma neðri hæðinni í gagnið. Þannig að við þurfum að, ef við getum hérna við þetta borð, beitt okkur í þeim efnum, að það verði með einhverjum hætti. Ég hef líka sagt það í þessari pontu hérna áður að ég óttast að það hugmyndir sem voru uppi hérna daginn aðkomu sé bara hreinlega ekki nægilegt. Við þurfum að leysa úr vanda golfklúbbs Mosfellsbæjar núna. Við þurfum að gera eitt skipti fyrir allt. Við þurfum að setja því leikreglur og allt svoleiðis. Ég ætla ekki að fara út í það núna. Og ef að marka má orð stjórnarmanna sjálfra sem voru hérna gestir hjá okkur, þá kom það bara beinlínis fram hjá þeim, hreinskilnislega að það þyrfti ákveðna einspýtingu til þess að við getum kallað til þess að kannski leiðrétta eitthvað sem ekki hefur komið eða kannski leiðrétta einhver tregskap í Mosfellsbæ, ég veit það ekki, en það þarf ákveðna innspýtingu þarna í eitt skipti fyrir öll og við getum alveg haft og ráðið því og haft verulega áhrif á það hvaða ramma við búum því, en ég held að við þurfum að gera það og ég er sannfærður að við eigum að gera það. Takk fyrir forseti. Já. Þá lít ég svo á að umræðum þetta mál sé lokið. Fjórða mál. Við erum búin að ræða 2 mál og 8. Ásgeir Sveinsson beðið orðið eitthvað annað mál, gjörðu svo vel Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sömu fundargerð, bæjarráð Mosfellsbæjar nr. 1398 og það mál nr. 3. Það er fjölnota íþróttahús í Mosfellsbæ. Á þessum fundi var lagt fyrir bæjarráð vönduð og góð framvinduskýrsla á því verki á fjölnota knatthúsinu sem er að rísa hér niður á Varmá og
Það er ánægjulegt að sjá í þessari skýrslu sem að kemur frá Verkís og var lögð hér fram af embættismönnum bæjarins að verkið er á tíma og það er fylgir fjárhagsáætlun og verður spennandi að fá þessa byltingu í íþróttamannvirkjum í Mosfellsbæ sem að verða tekið í gagnið samkvæmt nýrri verkáætlun, eða hún var uppfærð núna bara í byrjun apríl 2019, það sem að gert ráð fyrir að upphaflegur skiladagur á húsinu haldi sér sem er 15. október 2019. Menn hafa verið að spyrja sig að það finnist ganga hægt og sé lítið að sjá. Auðvitað er mikil jarðvinna sem að fer í svona, en það er þannig að þegar að uppsteypu lýkur núna í júní, að þá gerist þetta hratt vegna þess að þá eru reistar þessar sperrur eða hvað við köllum þetta og svo kemur dúkurinn, þannig að við munum sjá þetta ganga hratt og vel fyrir sig vonandi áfram eins og hefur gert, en ég vildi bara benda á þessa ágætu framvinduskýrslu fyrir þetta verkefni á Varmá og jafnframt geta þess að það er nýbúið í síðustu viku að taka í notkun nýja stúku við keppnisvöllinn á Varmá, gervigrasvöllinn, sem er mikið lyftistöng fyrir aðstæður fyrir áhorfendur á komandi sumri og næstu árum í knattspyrnunni og það var mjög jákvætt skref að það skyldi ganga hratt og vel þegar maður farið í það eftir að bæjarráð samþykkti þá framkvæmd. Eins og við vitum þá var búið að skipta golf í sal nr. 3 gamla salnum í Varmá íþróttahúsinu og framundan eru verkefni í sumar við að skipta golf í stóru sölunum nr. 1 og 2 þar sem það verður sett á parkett og það tilboð var opnað, þau var opnað bara núna í síðustu viku. Þannig að það er alltaf fljúgandi siglingu í uppbyggingu á íþróttamannvirkjum í Mosfellsbæ og það verður áfram á næstu árum enda veitir gjafi okkar öll stækkandi íþróttasamfélagi sem Mosfellsbæ er. Takk fyrir. Voru þau laust friðarmál? Í hvað fundagerð eru? Það er í 1398. Fundagerð bæjarráðs á 9. maí, fundur númer 1398. Núna er mér lokið friðarmál þá. Já, Anna Sigríður var komið málið. Ég veit ekki, ég var smá athugasemd varðandi fyrsta lið í 1398. Ég veit að búa að tala í það. Já, athugasemd. Getur þú sagt á sætinu? Ég get sagt á sætinu. Ég bara langar til þess að verði bréfi frá ráðuneytinu. Það er ekki birt á vefnum fyrir þá áhugasama bæjarbúa. En ég vil taka það fram að ég hef mjög vel staðið að birtingu gagna hjá bæjarráði, en bréf ráðuneytisins er ekki birt á vefnum, þannig ég myndi bara óska eftir að það geti sett þangað inn líka. Það er svolítið að kippa því í liðið, en sé að fundarritari Samt ekki að ræða það við lögmanninn áður en það er gert, það sé þess eðlis. Þetta er bara venjulegt bréf frá ráðuneytinu, það er ekkert í því sem að... Það er bara að skoða. Já. Þessar er að koma á framfæri, en við skulum halda áfram almennri umræðu fundagerðina, það er að segja Stefán Ómar, þú varst búinn að biðja morðið. Það eru örugglega ekki títi fyrst að samt vil ég að spila. Það er eitt sko. Já, forseti ágættu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir öðrum lið sem eru öryggismyndavélar. Og ég hef aðeins verið að rýna í þetta, ég ætla ekki að eyða miklum tíma í þetta núna, en það var bæjarráð heimilaði undirritun á samkomulagi og þessu erindi fylgja líka staðsetningar, hugsanlega mögulega staðsetningar á vélum og það er tilvísun í samkomulaginu, hvað þarf að vera uppfyllt, þetta þarf að vera náttúrulega saman með lögum persónuvernd og ákvæði reglugerðar lögreglunnar meðferð á persónuupplýsingum og allt þetta. Ég hefði kannski svona nokkrar tæknilegar spurningar þetta sem ég myndi þá vilja bara koma til embættismanna það og fá þau svör bara þannig tilbaka, þannig ég ætla ekki að eyða tími í þetta eða það hér, en ég velti því fyrir mér að ef ég rýna myndina sem er mögulega staðsetningar vélanna, að þá veit ég ekki betur en að það séu búið að setja upp eitthvað af vélum nú þegar, ef mér skjallast ekki, upp í Leifastungu og upp í Krikahverfi líka. Og ég velti fyrir mér þegar ég horfa á þetta samkomulag að það sé lögreglan og hvernig eigi að fara, hver eigi að halda utan upplýsingar þetta og allt svoleiðis.
hvernig sé ástatt með þessar vélar sem eru þegar komnar upp. Hvað sé meiningin með þær og hvernig það hafi bara hreinlega verið staðið að þeim málum fram til dagsins í dag. En þetta er svona hugleiðingar, ég mun þá byggla bara láta heyra frá mig með það og óska eftir bara svona útskýringum á því síðar, þannig við þurfum ekkert að eyða tími í það hérna. En ég tel líka mjög mikilvægt að þegar þetta kemst á koppinn að þá sé kynningin á þessu góð vegna þess að það beinlínis gerst ráð fyrir því að það eigi og þurfi að kynna þetta mjög vel hvað er á ferðinni. Tilgangurinn með því er þessi og svo framvegis. Þannig að allir sem eiga hér leiðum að þeir séu bara vel og íbúarnir náttúrulega sem að keyra hérna fram hjá þá á hverjum degi, þeir séu vel upplýstir tilganginn, hvernig þetta er í pottinu búið, þannig að þetta verði verulega vel kynnt þegar að því kemur. Takk. Haraldur, þú ert orðið. Já, forseti bara östuð til þess að bregðast við þessu ábendingar Stefáns Ómarsson að vera sem þegar eru, eða myndavélar sem þegar eru. Það er rétt að vera á tveimur stöðum, annars fyrir Leirvogstungu og hins vegar í Krikahverfi. Leirvogstunguvélin er nú reyndar orðin held ég bara ónýt og var sett upp fyrir mörgum árum síðan að frumkvæði íbúasamtakanna þar og var sett upp á þeirra kostnað, eða þau bara sáum það. Við gerðum sín tíma athugasemdir við aðgengi að gögnum úr þeirri myndavél og í framhaldi af því það gert með þeim hætti að það eini sem hefur aðgang að gögnum þar er lögreglan. Á sama hátt var íbúasamtökum í Krikahverfi gefin myndavél og bæði kostað uppsetning á því og farið með það í bæjarráð. Meðferð þeirra gagna er nákvæmlega á sama hátt og gerir ráð fyrir þessu samkomulagi. Þannig að það hefur bara verið og nauðsynlegt að ramma það inn og formgera það, þannig að bæði sú vél sem þar er og svo aðrar vélar sem er sett að verða upp eru þá farið með það og það sé engin vafa því að það sé verið að fara með það eins og lög og reglur kveða á. Tek undir það er nauðsynlegt og ég er sammála því að það þarf að kynna þetta vel. Og það verður gert, en ég veit líka athygli á því að þetta verkefni er eiginlega sprottið frá íbúunum sjálfum. Það eru íbúasamtök í viðkomandi hverfum sem hafa lagt áherslu á þetta. Þannig að það er svona grasrótin sem er að biðja þetta. Það hefur gerst líka í öðrum bæjarfélögum. Það er búið að gera svona samningi bæði í Garðabæ og Kópavogi eins og þennan. Þannig að það er svona grasrótin í morðað hann sem er svona kannski að óska eftir þessu, en það þarf samt að upplýsa mjög vel og kynna það þannig að öllum sé það ljóst hvað hér er á ferðinni og ég bara tek undir það að það sé nauðsynlegt og það verður gert. Einhverju sem vilja ræða annað mál, Sveinn Óskar, þú ert orðið. Það heitir uppsetning öryggismyndavéla í Mosfellsbæ. Gjörðu svo vel. Forseti, ég fagna þessum áformum. Við höfum Miðflokkurinn lagt áherslu á þetta öryggi, en þetta er náttúrulega fælingamáttur í þessu fólki. Að Kasper, Jesper og Jónatan viti nokkurn veginn að það er ekki alveg auðvelt að sleppa ef þeir eru að vasast í einhverjum misgóðum málum. Málið er bara þannig í þessu, það var rætt aðeins þarna, það eru það náttúrulega kemur ekki allt í einu. Það er verið að reyna að áætla þetta inn í tíma. Og það eru bara svona, eins og til dæmis, þar sem ég bý nú í Holtahverfinu, þá er gat í kerfinu við ólís þangað til að vera sett myndavél þar. Þannig að það var spurning hvort það væri hægt að skoða það eins og kostur er að flýta þá þessi síðari myndavéla uppsetning verði gerð. Það sé þá reynt að fylla í þau göt, þannig að það er svo
hefur nú komið líka fram að það er aldrei hægt að fylla náttúrulega alveg í þetta. Það verður aldrei þannig vegna þess að það finna allir sína leiðir og svo hérna vil ég mér minnast á það að mætti setja líka í Fljótahverfi hérna þar sem að atvinnuhúsnæðisvæðið og Ístak. Ég bara minnast á þetta þannig að maður gleymi því ekki, það er ekki gert ráð fyrir endafli því. Það kom fram á bæjarráðsfundinum líka varðandi veginn frá Helgavíkslandinu inn á Þingvallaveginn og svo maður halda áfram að sko fylla í hérna einhverja göt sko en þetta er náttúrulega mikilvægt því að það er áþreifanlegt sko í raun og veru hvað þetta hefur aukist, þessi innbrot og bara innbrot í bíla og annars slíkt. Þannig að ég líka huga því bara vegna þess sem hefur þróast mjög vel víða, það er nágrannavakt sko. Við bara í okkar götum við hjálpumst að líta eftir húsi hins og það er allur gangur sem þessi félagar þrír beita. Dóttir mín sagði nú mér frá einu atriði, það er það að þeir eiga til að taka blómapotta og setja þá að hausti eða snjókoma þá sjá þeir hvort það sé búið að færa pottinu, ef það er ekki búið að færa þá er enginn heim. Og það er öll bröð beitt sko. Þannig að ég er að segja sko, við ætlum að reyna að búa til svona, hvað er að segja, efla þessa vitund að vinna saman sem bæjarbúar. Setja þessa nágranna vörslu, það er fælandi líki því að setja einhverja vinnu í gang varðandi það er sett á ljósastörunum svona nágranna vaktaskilti sem hafa verið notuð og þá er búið að vinna í umhverfinu og íbúar búnir að ræða saman hvernig þeir ætla að dekka hvort annan eða fylgjast með. Nágranna varsla, þetta hafi nú gengið út undir því nafni, þannig að ég held að við eigum að gera þetta samhliða, nota tækifæri hérna og gera þetta samhliða þannig að enn og aftur að þá geta bæjarbúar þarna að betur sjá augun auga og fylgjast með hvort öðru og verðmætum þeirra. Fleiri sem vilja ræða annað mál þessari fundargerð? Kolbrún, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara örstutt uppsetningu þessara myndavéla eins og fram hefur komið að þetta er semst mál númer 2. Fram hefur komið hjá bæjarstjóra að þá er þetta náttúrulega sprottið frá íbúunum sjálfum og gríðarlega gott og heyrir það og sér það, les það á Facebook-síðum hverfanna hvað það er mikil meðvitund öryggi inn í hverfunum og þetta bara kemur einmitt þaðan frá þeim sjálfum en svo náttúrulega verðum við að muna það að þessi gögn sem þarna eru einungis í höndum lögreglu ef að koma alvarleg mál þá hefur lögreglan einn aðgang að myndavélunum og eins og fram hefur komið og kom líka fram í sjónvarpsfréttum í gærkvöldi að það eru fleiri sveitarfélög sem eru að gera þetta slíkt hið sama og einmitt þessi fælingamáttur en fyrst og fremst er þetta náttúrulega komið fram alvarleg innbrot eða ástæða til að kalla til lögreglu og þá hefur lögreglan þennan aðgang. Þetta er ekki svo að það hafi hver sem er aðgang að þessum myndavélum. Ég held að það sé nú allir nokkur einn með það á hreinu að það sé þannig. En auðvitað er þetta til að tryggja öryggi, fælingamátturinn og eins og það hefur sannað sig í stærri málum að hefur lögreglum tekist að leysa erfið mál hér á landi vegna myndavélana. Þannig að mér finnst þetta bara mjög gott og já, bara vonandi tryggir öryggi og frið í hverfum bæjarins. Þannig ég fagna þessu sérstaklega líka. Stefán Ómar, þú erum vel með, gjörðu svo vel. Forseti ágættu bæjarfulltrúar, menn með ekki misskilja mig, ég var ekkert að hnýta í framkvæmdina, alls ekki. Og ég vissi það auðvitað að þetta er sprottið frá hverfunum og frá íbúðunum, þetta er sprottið frá okkur. Eina sem ég bara velta fyrir mér, bara hvernig er staðið að þessu og ég var aðalega að rifja upp þessar 2 vélar sem var búið að setja upp áður og önnur þá ónýtt og hinn þá fer inn í þennan farveg og það er bara gott.
við mögum heldur ekki gleyma því að þetta er ábyrgð Mosfellsbæjar. Jafnvel þó að áeggjan komið frá íbúunum og stöðningurinn komið þaðan og allt þetta, og hann kemur auðvitað bara frá samfélaginu, kemur frá okkur öllum og það er bara gott. En við þurfum að gæta bara þessum formsatriðum og ég hnaut hérna til dæmis bara í samkomulagi, við höldum aðeins áfram sko. Jafnframt ber Neyðarlínan ábyrgð á flutningi merkis frá tengipunkti myndavéla að endabúnaði lögreglu. Hvað þýðir þetta? Er sko inngrip í þetta merki einhvers staðar hjá Neyðarlínunni? Ég gerir ráð fyrir að það sé ekki, en mér fannst þetta svolítið skringileg hérna leið að það skulle bera niður hjá Neyðarlínunni eða hún sé að flytja merkið. Vegna þess að nútímatækni getur algjörlega tryggt það að það færi beint frá tækjabúnaðinum í vaktstöð lögreglunnar eða þá stöð sem að hún setur upp eða keyrir til þess að taka á móti þessum merkjum og þá ekki bara frá okkur heldur frá höfuðborgarsvæðinu víðsvegar að. En þetta er gott í bili. Rúnar Bragi. Forseti, bæði stjórn, forseti í mynd. Ég er sammála þessari umræðu að það þurfa myndavélar að væða, en mér langar bara að árétta eða að segja frá því hér að myndavélin í Leirvogstungu, hún virkar fínt. Takk fyrir. Sigríður. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla ekki að koma punkti undir þessu máli en ég vil nefna vegna þess sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Stefáni Ómari varðandi að það merki farið til Neyðarlínu. Það fara alla tilkynningar í gegnum Neyðarlínu. Ef þú ætlar að ná í lögreglu, þá ferð þú alltaf í gegnum 112. Þannig ég held að það er örugglega bara skýringin á þessu. Það er öllu safnað saman og þess vegna stoppar merkið og eða hvað þetta heitir, ég kann ekki þetta teknilega dót þar. Ég ger ekki það hérna. Valdimar, gjörðu svo vel. Herra forseti, líkum síðastur undir þessum liði heldur og alltaf líka eins og aðrir að lýsa yfir ánægðinni með þetta mál og líka hvernig það verið unnið af starfsmönnum bæjarins að ég held að þetta sé algjörlega til fyrirmyndar. Hér hafa verið komið krafa frá eða ósk frá íbúum að setja upp myndavélar til að auka öryggi og það hefur verið gert á þann hátt að það hefur verið gætt allra varúða sjónarmiða eins og náttúrulega fyrst og fremst persónuverndar. Mér er ekki alveg eins og komið fram hvernig merkið á að skýla sér til lögreglu. Ég vona að þetta sé ekki þannig ég vona að það sé merki sem skýlir sér, að þetta sé ekki bara tekið upp og svo ég held að það sé í Leirvogstungu núna, það sé bara minniskuppur í vél. En allavega það var þetta besta mál og vonandi verður meira, þetta fjármagn dugi fyrir fleiri myndavélum heldur á þessum stöðum sem áformað og að við lokum hringnum sem fyrst sko. Það hefur verið mikil umræða innbrot. Hingað hafa komið einhver skipulegir hópar að brjótast inn. Hins vegar hef ég ekki séð neina tölur það að innbrotum hafi fjölgað. Það er annað mál. En þetta held ég sé gott tæki og ekki bara fyrir innbrot heldur eins og komið fram hérna áðan að það er alls konar mál sem geta upplýst með slíkum líf. Takk fyrir. Þá held ég að sé nú fullrætt þetta mál sýnist mér. Já, svo vel. Kolbrún hefur óskað þetta til máls aftur. Svo vel. Forseti, bara í sambandi við umræðum innbrot þá höfum við fengið til okkar alltaf lögregluna hérna á fund og þeir hafa farið yfir stöðu mála í bæjarfélaginu, svona hvernig okkur líður svona á nóttunni, hvort við getum ekki að rugla svo yfir ótt og það er svolítið síðan að lögreglan hefur komið og haldið hérna fund með okkur, en ég þarf að kannski bara að skoða það hvort að þeir hafa sem sagt fengið lögregluna til okkar, haldið með opinn fundur við allan bæjarfulltrúa og embættismenn og nefndarfólk. Það verið mjög áhugavert, þannig að það er mjög mikilvægt að við kannski fyrir að fá það stöðu, svona í ljósi umræðunnar innbrot og annað slíkt.
Orðið er ennþá laust. Þá er umræðan lokið um þetta mál. Orðið er ennþá laust hins vegar fundargerðina. Það er að segja þeim mál sem er ekki ennþá rætt og Ásgeir Er ég búinn að tala tvisvar öryggismyndavélar? Utturtal. Nei, reyndar ekki. Viltu hérna Ég spóla? ætla að hugsa málið bara meðan Ásgeir talar. Nei, við erum farið að annar mál. Það er Nú, eina nei, síðustu það forvið. bara, ég held að sé að koma fram. Ekki spóla öryggismyndavélinn tilbaka. Nei, þá lítið svo að það sé fullrætt. Já, ég held Það að sem Ásgeir ég. var að breyta. En Ásgeir ætlar að koma með eitthvað hérna skemmtilega og óvart. Það er eitthvað mál. Já, forseti, bæjarfulltrúar þrátt fyrir hvatningu bæjarfulltrúa annars þá ætla ég ekki að ræða öryggismyndavélarnar. Gerum það seinni stigum. Ég ætla að ræða hér mál númer 8 í þessari sömu fundargerð bæjarráðs sem var fjármögnuð samkvæmt fjárhagsáætlun 2019 í Mosfellsbæ og það kemur fram að það er gert ráð fyrir núna eins og gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2019 að Eignasjóður taki langtímalána fjárhæð 15 milljónir sem ætlað er að mæta afborgunum langtímalána fjárfestinga ársins og lækkun skammtímaskulda meðal annars og þessi lán eru tekin í smærri skömmtum enda til dæmis í fyrra þá þurftum við ekki að nota það lánaheimild sem lá fyrir í fjárhagsáætlun vegna góðrar stöðu fjárhags Mosfellsbæjar. En mér langar að vekja athygli á þeim ánægjulega þætti fyrir okkur öll hér í Mosfellsbæ að það er ótrúlegt að sjá að við erum að fá þetta lán með sögulega lágum vöxtum 2,19% í verðtryggðum vöxtum og við þurfum ekki að fara lengra heldur en aftur til nóvember 2016 þar sem að sambærilegt lán var með vöxtum 3,40%. Þannig að þetta er að sjálfsögðu mjög ánægjulegt og þetta ber vott traust sem að Mosfellsbær nýtur og þetta mun hjálpa okkur við að borga niður eldri skuldir með hærri vöxtum og auðvitað framkvæma það sem þarf að gera hér. Fjárhagurinn er traustur þrátt fyrir gríðarlega mikla innviðauppbyggingu, þrátt fyrir að það sé verið að setja mjög mikla peninga undanfarin ári í viðhald og annað slíkt og þrátt fyrir það sé verið að byggja mikið upp í íþróttamannvirkjum eins og hefur komið fram. Þannig að ég vildi bara vekja á athygli þessum ánægjulega þætti sem við hljótum allir geta verið sátt við og ánægð með að við séum að fá lán á þessum mjög svo góðum kjörum. Takk fyrir. Einhver sem ætlar að áttunda mál. Og ekki þá lokið það. Það fyrir að draga atkvæðagreiðslu þessa fundargerð. Bæjarfulltrúar eru kjósa að ræða eitthvað af þeim málum sem eftir eru. Það voru 8 mál á dagskrá. Svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar. Þeir sem samþykkja fundargerð bæjarráðs og 9. maí eru bara rétt uppbönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var komið að skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Hún hélt fund 10. maí. Og venju voru þar mörg mál á dagskrá. Þessu sinni voru 13 mál. Þeim var öllum lokið með 11 og 12 máli, þannig að við ræðum það ekki að þessum sinni en orðið er laust eitthvað af málum en við vilja. Fundar Kolbrún, ertu búin að biðja orðið? Já, gjör svo. Það er semst fundargerð skipulagsnefndar númer 484, 10. maí. Já. Gjör svo Kolbrún. Forseti, mér langar bara að koma undir máli númer 4 þar sem kolviður er óskum 12 tilraunarreiti í skógrækt á Mosfellsheiði. Ég held að þetta er svo áhugavert og mikilvægt verkefni í allir þessu umræðu kolefnisjöfnunina og allt slíkt og mér finnst bara ánægjulegt að sjá að þetta mál er að þetta mjakast í rétta átt og sé komið í ferli og bara það er að fara að gerast. Þess kemur fram þetta í minnisblaðinu og það sé sem að Tómas Gíslason, umhverfisstjóri, skrifar undir að
að þetta sé bara verkefni farið á stað. Ég held að þetta sé mjög stórt skref fyrir okkur að halda þessu áfram þó þetta sé bara fyrsta, en mikilvægt fyrir okkur að halda þessu áfram þó þetta sé núna fyrstu skref og við náttúrulega búum mjög vel hér í Mosfellsbæ varðandi aðganginn að skógræktinni og það sem við erum að gera í okkar framlag til varðandi kolefnisjöfnunina og annað slíkt. Þannig að mér finnst þetta bara að vera ánægjulegt og gaman að sjá að þetta sé farið af stað. Takk fyrir. Einhver sem vil ræða þetta mál, fjórða mál. Svo ekki vera, þá er umræðum það lokið. Þá er það laust fundargerðan örleiti. Skipulagsnefnd. Númer 484. Það virðist ekki við enginn orðið, þannig að ég lýsi svo á að bæjarfulltrúar séu þá tilbúnir að vera atkvæði fundargerð skipulagsnefndar frá 10. maí þegar sem samþykkja hana eru beinir rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að öldungaráði Mosfellsbæjar. Sem hélt fund 7. maí síðastliðinn, þar voru 3 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Anna Sigríður Gunnardóttir er beðin orðið, gjörðu svo vel. Já, ég nú byrjaði bara að fagna því að öldungaráðið hefði komið saman og einhver hluti að skipta með sér verkum og allavega búin að setja niður 1 fund fyrir sumarleyfi. Ég ætla ekki að sérstaklega tjá mig það sem fór á þessum fundi, það var svona þetta fyrsti fundur, en það sem mig undrar er að þetta er settið sem 12. fundur öldungaráðs og auðvitað öldungaráð með alltaf öðru sniði núna samkvæmt nýjum lögum og þess að það. En ef maður fer inn á vef Mosfellsbæjar ætlar að fletta upp fundargerðum öldungaráðs, þá eru fundargerðir frá 1 til 6 þarna inni og 7. fundur var haldinn 27. október 2016. Síðan vantar fundargerð númer 7, 8, 9 og 10, það er ekkert. Síðan er 11. fundur 4. október 2017, ég endurtek 2017, semst haustið 2017 er haldinn 11. fundur og svo þessi 12. fundur. Og mig langar að spyrja, hvar eru þessar 4 fundargerðir sem ekki eru birtar á vef Mosfellsbæjar? Já, þá veit ég hvort einhver getur svarað því, en hér og nú allavega er þetta ágæt ábending, þannig að Þetta langar mig... Það er verið stólum frá einhverja. Þannig að Þetta var rætt aðeins á fundinum. Fyrirgefðu forseti, má ég koma aftur? Já. Ég átti náttúrulega á því það er auðvitað enginn hér náttúrulega sem getur svarað þessu núna, en þá er ég bara hér með því að bera fram þá framlög og ósk að framkvæmdastjóri bæjarins finni þessar fundargerðir. Og vegna einhvers staðar hljóta þær að vera því þessi fundir hljóta að vera haldnir. Og ég óska eftir að það verði leit af þeim. Og ég láti þeim vita þegar það finnast. þessu ábendingum fóna framfæri. Vilja bæjarfulltrúar ræða fundargerðina að öðru leyti. Svo virðist ekki vera, en þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð, þessi samþykkja hana, öldungaráð Mosfellsbæjar, 7. maí. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er eftir nokkrar fundargerðir, 3 fundargerðir sem eru hér til kynningar. Það eru 2 frá byggingafulltrúanum, Árna Jóni Sigfússyni, afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Tökum fyrst fyrir fundargerð frá 29. apríl, sem var fundur nr. 364. 2 mál á dagskrá. Það kveður sér engin hljóðs þessa fundargerð og þá er hún lögð fram. Síðan er það fundur nokkrum dögum síðar frá byggingafulltrúa, afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 365 og þá var bæði mál á dagskrá, 6 mál. Einhver sem vil ræða eitthvað mál þar. Svo virðist ekki vera og þá er hún lögð fram. Þá kom að síðasta fundargerð þessa bæjarstjórnarfundar, það er afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa Ólafs Melsteð. Það var fundur nr. 32, haldinn 3. maí síðastliðinn, þar voru 4 mál á dagskrá. Einhver sem vil ræða eitthvað þar.
Svo verðist ekki vera, þá er sú fundargerð lögð fram. Og þá er dagskráin tæmd á þessum ágæta bæjarstjórnarfundi og þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi slitið.